Já, góða kvöldið. Það 50-dagskvöld, mitt sumar og nú verða sagðar fréttir á samstöðinni. Hjá mér eru María Lilja og Sigurjón Magnús. Það náttúrulega fréttin að byrju eiginlega undir miðnætti í gær. Þá kom fram að þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, sem einn af varaforsetum þingsins, sleit fundi á Alþingi án umboðs. Það fyrsta frétti sem við ætlum að sýna hér. Í morgun var það svona meginstefið í þessu. Hún hefði með þessu framið valdarán. Þetta væri... Það mætti líka við valdarán. Já, mætti líka þessu valdarán nefnt. Það eru þungorð sem hafa vel falla í dag. Ekkert okkar held ég hafi séð þetta í gærkvöldi. Nei. En það hefði ekkert vitað hvort hún var þá með umboð til að sýta fundið ekki, þó hefum séð það. En svo klukkan 10 í morgun að þá gerist þetta að forsætisráðherra kemur með yfirlýsingu. Já. Við erum með eina frétt hérna sem við erum með af DFF, það sem mynd á þingsalnum. Þessi mynd, Mér langaði að sýna þessa mynda því að ég tók eftir því á Facebook að það voru alls konar spæjarar komnir í gang sem voru að horfa á það hvað hafði gerst áður. Þarna sjáum við mynd þar sem að Bergþór Ólason, sem að Sigurjón, þú hefur sagt að sé foringi stjórnarandstöðunnar. Já, málþórsmanna, hann leiðir þann hóp. Hann leggur þarna eitthvað blað til Hildar. Rétt áður og slítur fundi. Já, síðan fyrir Hildur í síman. Og einhver hafði ráðið í það að hún verður svona stressuð eftir að hún kemur úr símanum. Annar hafði bent á það að hvað heitir hann, Þórarinn Ingi Framsóknarmaður. Pétursson. Já, hann lappar hann framjá, glottandi þegar hún búin að slíta fundinum og sem átti að vera sönnun á því að þau vissu alveg hvað þau voru að gera. Þetta var ekkert svona óvart að hún hefði ekki fengið. Þannig að mér finnst að skipta máli að sýna þetta og því að við séum fólk vera að reyna að ráða í þetta. Því raunverulega skiptir þetta máli hvernig það vildi til, af því að Hildur lætur svolítið út eins og það hafi verið bara úpsi og óvart. En það svona margt sem bendir til þess að það sé ekki að ráða í líkamstjáningu hennar. En svo bomban kemur náttúrulega þegar Kristrún með fréttina og það næsta frétt sem við ætlum að sjá. Og klukkan 10 morgun og ég heyrði þetta og hérna kemur það, þjóðin þarf að vita hvernig þau hafa hagað sér bak við tjöldin, segir hún, og líka við munum verja stjórnskipan landsins og heiður Alþingis. Þarna bæði þetta sem gerist í gærkvöldi og svo forsætisráður í morgun að þá bara virðist allt hafa orðið vitlaust. Og svo komu aðrir alveg eins og Inga Sæland sem vildi leiða stjórnarna bak við hús og skjóta þau. En þetta svona líkingamál frá Ólafsfirði, ég veit ekki. Það sem að Kristrún að segja, ég tók aðeins brot úr þessu. Það sem þjóðin þarf að fá að vita er hvernig þau hafa hagað sér á bak við tjöldin. Fyrir það fyrsta þá hafa þau fullyrt við okkur að þau muni ekki klára umræðum nokkurt annað mál, né leyfa þeim málum að fara í atkvæðagreiðslu fyrir en við höfum gengið að þeirra kröfum í veiðigjaldamálum. Þetta ástæða fyrir því að engin önnur mál hafa ratað á dagskrá nema veiðigjaldið. Í öðru lagi voru kröfur þeirra í veiðigjaldamálum þess áttar að þau lögðu fram í lokuð umslagi yfir borðið sitt eigið frumvarp veiðigjaldið og kröfðust þess að við myndum samþykkja það. Leggja það fram sem okkar eigið. Þegar við loksins komumst á þann stað að geta fengið þau til að ræða okkar kerfisbreytingar, þá gerðu þau þá kröfu að kerfið tæki ekki gildi fyrir en eftir að þessu kjörtímabili líki. Þannig að þá eru stjórnarandstaðan að rekna með því að hún geti fellt þessa ríkisstjórn í kosningum og bara fellt veiðigjaldafrumvarpið, þannig að verði ekkert úr því. Það var kröfun á því. Og það sem svo var eitthvað kvart yfir að Kristrún hefði verið að brjóta trúna þegar hún var að segja þetta. En málið var að ég hlustaði á Sigurð Inga í gær í kvöldfréttunum, þar sem hann sagði þetta. Og það ætti að vera þannig að það væri bara eitthvað svona 0,5% hækkun hér og svo eitthvað pínlítið sem þetta frumvarp sem að stjórnarandstaðan ætlar að taka bara salinn yfir. Þannig að verði ekkert afgreitt út úr þingi, ekki að taka þetta einasta mál nema að ríkisstjórnin leggi fram stjórnarandstöðu frumvarpið veiðigjöldin sem felst í að verði engin hækkun. Og ef þeir halda áfram að fundum í kvöld þá er ykkur þessa málþórsmanna sem flytur ræðu númer 1000 í þessu máli. Og Bergþór sagði í fréttastöð 2 áðan að þó þau myndi semja eitthvað þá væri margt eftir að ræða í málinu.
og það eru konar 1000 ræður og það er margt eftir að ræða sko. Þeir eru lengi að koma sér að efninu Já, maður velta fyrir sér hvað í ósköpunum ætlaðu að ræða meira? Þeir eru búin að vera að lesa bara upp úr ályktinu hérna og það, en þegar ég var að horta á það. Sömu ályktin aftur frá sveitarfélögunum. Hérna, mismunandi þingmenn að lesa sko sama hlutin aftur. Ég heyrði þrisvarshældi saman daginn einhver að lesa upp úr ályktun hreppsnefndar Vopnafjarðarhrepps. Til dæmis, með fullri virðingu fyrir þeirri hreppsnefnd hún, henni kemur þetta ekkert við. Það er bara, þau voru notað. Það voru skemmtilega fyrirsagninnar hérna á fréttavegavíunum hérna fram eftir degi. Það er Þorgerður Katrín var ein fyrirsögnin, það er Orustan Ísland, sagði hún. Og svo var það hérna sem að þú varst að vitna til, sem að Inga Sæland náttúrulega toppar alltaf allt, sko. Það er hérna kemur næsta fyrirsögnin frá henni sem að kemur hérna eftir. Það er dragað undir húsvegg og skjóta á. Hún er nú ekki að leggja það til að ég að gera það við stjórnarandstöðuna. Heldur en hún að segja það að við búum við lýðræðislegt kerfi, það sem eru friðsamleg stjórnarskipti. Og við búum ekki við það að þegar það eru stjórnarskipti þá sé gamla stjórnin tekin og leitt undir húsvegg og skotin. Þannig að við höfum hana ennþá inn í þingi. Ég veit ekki hvort það sé í að við kannski ættum við að hafa það þannig. Ég er svona veltið fyrir mér hvort þetta sé hótun. Þetta er svona svolítið, eða bara einmitt í að við ættum að taka hér upp nýtt kerfi. Hún er augljóslega orðin mjög reið og það er mikill hiti þarna inn og þingi. Ég man ekki eftir að hafa séð önnur eins leyti. Sigurjón er gamall þing að þú þýrað hérna með þetta en akkur ekki þá hérna fréttin úr samstöðu.is það sjá allir að þetta er skrumskæling á lýðræðinu, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þetta er bara skrifa rétt rúmlega 10 morgun. En Orustan Ísland er meiri dramatík. Ég spyr því sem gamla þingfréttamann. Hérna, manns þetta er svona stemmingu. Aldrei nokkuð tíma. Ég náttúrulega sáu stundum sko menn takast á en þeir heldur svona virðingu sinni gagnvart hvor öðrum og það var ekkert svona vitt. En af hverju fáum við ekki fréttir hérna það sem að Kristrún, af hverju kemur Kristrún og segir hérna þjóðin þarf að fá að vita hvernig þau haga sér á baku tjöldin. Af hverju er ég búin að fá að vita þetta? Hvað er baku tjöldin? Já, hvernig fengum við það ekki í fréttunum? Ég er svona bara að fara þarna niðurindir og reyna að fiska þetta. Já, hvernig verður það? Ríkissjónvarpið er með þingfréttir þetta og hann kemur alltaf að segja að stemmingin er svolítið svona súr svona sýrustiksmælir hjá honum sko. Það sé bara góður upp í 78 í súrleika. Það er alltaf að tala um hvað það sé súrt. Já, mikið rétt. Það bara vantar þetta að hérna brot hér og brot þar og samt til að ræða sér saman. En ég, sko, að því við erum að tala um þessa dramatík, ég sjá, og svo Hildur Sverrisdóttir, hún talar hún segir að hún hafi bara hreinlega verið, hvað kalla hún, viðbjóður, eða eitthvað svona hryllingur, sem hún sagði Kristrúnu Frostadóttur. Þetta eru, hérna, eins og segir, þetta er rosalega þung orð og það er mjög, og það er bara einhvern veginn ljóst að það þarf eitthvað, ég meina, þarf eitthvað eins og vinnust það sálfræðing. Í alvörunni talað, bara einhvern svona svona átaka, einhvern svona sem sérhæfir sig í hérna innri átökum. Þorgerður Katrín kom upp í pontu og sagði ég er með langmestu þingreysluna og svo bara gaf hún í, sko. Nei, já, svo kom Guðlaugur Þór og sagði það munum nú ekki svo miklu okkur. En hérna á samstöðinni.is, þar er líka tekninnar ákvarðanir sjálf sem eru svo misfarsalar eins og gengur, segir Hildur, þau var að bera sér sakir að hún að tekið við skipinu frá foringjónum. Já, hún skrifaði langa, eða ekki langan, það var Facebook status sem var svona, ég veist hann frekar svona daufur hjá henni. En við ætlum að ræða þetta meira á eftir að því að nú er 50-dagur og það er svona helginni framundan og þá ætlum við að hafa hérna svona 8-leitið að þá koma gestir til þín. Það verður Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur, Guðmundur Halldórsson, prófessor í sagnfræði og Ásgeir Brynjar Torfason sem er ritstjóri vísbendingar og Sirrí Hallgrímsdóttir sem er verkefnastjóri en var nú aðstofamaður ráðherra hérna áður. Illuga Gunnarsson hefur maður rétt. Og þau ætla að ræða og ég býst að það verður mikið rætt ástandið í þinginu. En við skulum þá bara vinda okkur í önnur mál. Það er ein frétt sem kom í svona seint í gærkvöldi, eiginkona stjórnarmanns keypti óvart í bankanum.
Eru búin að lesa þetta? Þetta verður sem sagt, þetta voru leiðmistök. Mér þótti þetta svona fyndin frétt vegna þess að svona fyrir mannesku sem á ekki 3 milljónir liggjandi eitthvað staðar inn á bankabók sem ég læti einhvern annan sjá að fjárfesta fyrir mig. Ég lendi ekki í því að fjárfesta ég lendi ekki í því að kaupa óvart banka. Hver keypti banka sem inn í stofu? Þetta einhvern veginn svona, og þú veist, og svo kemur hérna varaformaður stjórnar Íslandsbanka sem eiginmaður þessara sömu konu, hann sendir út tilkynningu og einhvern veginn svona afsakar þetta og útskýrir að þetta hafi nú verið vegna þess að afsökun hjá honum. Já, þetta er sem sagt eitthvað svona stillingaratriði í einhverju Arion banka appi. Þetta er ágætt að þið vorum eitthvað ræðum þetta hennum daginn, hvort það væri, þú veist, væri eitthvað breytt stemmingin í bönkunum eða ekki, þetta er svona dæmið að kannski ekki alveg ljóst hvort það svo sé. Herðu, við skulum fara í ömurlegri fréttir. Það eru 8 börn létust í loftárás, biðu eftir heilbrigðisþjónustu, þetta er náttúrulega fréttirnar sem koma frá Gaza. Þetta er... Já, eða létust ég meina það má nú segja ýmislegt við að orð færri að aðtuga þegar voru mynd myrst. Og það er verið að drepa fólk sem er að leita sér að mat eða þiggja matargjafi, það er verið að drepa fólk sem er að leita sér að heilbrigðisþjónustu. Þetta er hryllingur. Já, og nú hafa Ísraelar hreinlega sagt að þeir séu bara með útrýmingarbúðir. Þeir hafa sagt það bara beinum orðum. Þeir ætla að safna fólki á Gaza. Ekki útrýmingarbúðir? Já, svona, þeir hafa, Þeir sögðu það í upphafi, þeir ætlaðu að útrýma þjóðinni. Jú, notuðu svona alltaf því orðalag, sko. Þeir ætlaðu að svona, beina þeim inn í ákveðnar búðir, þar sem þetta eru bara útrýmingarbúðir, við vitum það. Svo það forsætisráðherra þeirra að skoða að leggja fram tillögum að Trump fái friðarverðlaun Nóbels. Hann stendur með blóð af fólki alveg upp fyrir hné og að tala hver ætti að fá friðarverðlaun Nóbels. Já, ég meina það má benda á það á meðan á þeim fundi stóð að þá eru svona opinbera tölur segja að Ísraelsher hafi drepið 100 manns á Gaza akkurat á meðan þeir sátu þarna og voru að ræða hvað þeir voru miklu friðarsinnar. Við veitum hvað Bandaríkjamenn ætla að gera í þessu? Þeir ætla að refsa sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínumanna. Já, einmitt. Francesco Albanese sem hefur verið að benda ástandið þarna. Við vorum með frétta þessu. Og þeir vilja það bara kæfa þann sem að hefur ber út fréttirnar sem að vinnur á Sameinuðu þjóðunum og þetta þýðir það að hún getur ekki komið til Bandaríkjanna það sem vill svo til að Sameinuðu þjóðurnar eru með aðalskrifstofur. Ef hún á okkur eignir í Bandaríkjunum þá verða það kyrrsettar, þannig að þeir taka hana eins og hún sé stríðsglæpamaður. En þeir buðu þarna Netanyahu sem er stríðsglæpamaður, eftirlýstur. Þeir buðu honum til veislu. Þetta er náttúrulega þeir gerðu þetta líka við dómarana í Alþjóðadómstólnum. Jú, ekki rétt og hótuðu fjölskyldum þeirra jafnframt. Þetta er náttúrulega, Bandaríkin eru bara orðin eins og svona eins og þetta er vitskert. Já, eins og hryðjuverkaríki sem bara beinist að alþjóðalögum, beinist að alþjóðastofnunum og reynir að brjóta það niður. Herðu, en það var talandi það að þá kom ein frétta því að þú varst með frétt Bjarg í gær á Samstöðinni og þið voruð töluðu við Grím Allarsson í gær. Ég sá að þetta var alltaf komið inn á Mannlíf þar sem lýsir óviðunandi aðstæðum á vistheimili það sem starfskona hvarf. Þetta var eitthvað staðar. Þetta er Bjarg. Já, þetta er Bjarg. Ég náttúrulega kannski tók ekki alveg svona djúpt í árinni en það var lýst eftir þessari konu og Mannlíf segir frá því þannig. Tengir saman. Þetta tengir saman. En hún fannst þessi konu? Jú, og bara vonandi líður henni betur og óskum henni bara. En álagið var sérst mikið, hún bara... Já, það lítur út fyrir það, en við getum svo sem ekkert sagt það, en þetta er auðvitað, en ef að svo þá er það auðvitað mikið áhyggjumáli ef að fólk er bara hreinlega farið að hrynja niður eins og flugur vegna álags í geðheilbrigðiskerfinu. Og það er margt sem að tengist þessu heimili sem að ég held að kannski stærri ritstjóri við ætlum að fara að skoða. Ég nefndi þarna með svika á konu sem að vann þarna á næturvöktum sem að fekk bara borgað
að dagvinnu. Jú, einmitt, þú gæri, já. Þannig að ég svona einhver ritstjóri á stóri ritstjórn ætti nú að setja einhverja í það að skoða Bjarg. Því að þetta er náttúrulega ófremdur ástand. Herðu, það var viðtal við Ölmu Möller á Ríkisútvarpinu, þar sem hún fór yfir ýmsa hluti. Eitt sem hún sagði, sko, það vantar ekki fleiri starfshópa, út af það er vandi Landspítalans. Já. Og svona rétt hjá henni og við þekkjum þetta í mörgum málum. Það er búið að hvað er sem búin að vera margir starfshópar sem að verið að skrá fátækt á Íslandi. Ég held að það séu 17 eða eitthvað. Það er engar aðgerðir. Nei. Þannig hún segir eitthvað lýs að þurfi. Þetta var viðtal sem að Helgi Seljan tók, hann er í morgunvaktinni núna með Veru Ylva. Já, einmitt. Það var svona gaman að ég hlusta á þetta í morgun. Það var gaman að heyra svona takta frá Helga þetta er svolítið öðruvísi blær heldur en er í morgunvaktinni. Flott teimi Vera og Helgi Seljan, bara alveg dásalegt, vel gert það. Það var annað sem að fyrirsögnum væri snýrist ekki það var svolítið spurt sjúkratryggingar, að þau get ekki staðið undir því sem þau að gera. Og sjúkratryggingar er náttúrulega stofnun sem að því alltaf að segja þú veist, það vantar peninga til þess að sinna sko lögbundnu hlutverki sínu. Lögbundnu hlutverk sjúkratryggingar er að leita tilboða fyrir heilbrigðisþjónustu, þannig að vera að búa til markað, það er að vera að búa markaðsvæða heilbrigðisþjónustuna og þess að það er að búa til sjúkratryggingar. Og þá við bjóðum út eitthvað til bara Landspítalinn er eini sem að kemur, við bjóðum út áfengismeðferð bara SA sem að kemur. Þannig að segjum þetta væri í Þýskalandi, að þá væri kannski sjúkratrygginga fyrirbrigðið að semja við kannski 30 spítala, 15 meðferðarstofnanir, en Ísland er það ekki þannig. Þannig það er eiginlega ólógist að þessi þekking á því sem að þeir eru að kaupa inn í sjúkratryggingum, því af hverju ættu við að hafa það þekking á öllu sem að fer fram í Landspítalanum líka inn í sjúkratryggingum, því að eina hlutverk þeir eru að kaupa þetta af Landspítalanum. Já, því ég lenti svolítið í þessu þegar ég var að tengdist þessu þá kemur SA á svæði og fer að reyna að mennta sjúkratryggingar það hvað meðferð er. Af því það er náttúrulega engin því að í Þýskalandi er þetta kannski 500 manna stofnun, en það meikar enga sens að við sem er 500 manna sjúkratryggingar þegar sko heilbrigðiskerfið okkar er að hrynja. Þannig að þetta er algjörlega óþarft fyrirbrigði og mér finnst það svolítið sorglegt að hlusta það aftur og aftur í umræðinu, eins og að vandinn sé það að þetta sé vanfjármagnað og við eigum að fara að efla sjúkratryggingar, efla eftirlitið þeirra með SA eða Landspítalanum með þessum örfáu viðskiptamönnum í staðinn fyrir að bara bakka og segja, heyrðu, við ætlum ekkert að markaðsvæða þetta, við ætlum bara að hafa stofnanir og við ætlum að reyna að reka það vel. Þannig mér finnst þetta svona dæmi svona frétta. Í þessu eru þeirra skoðunar. Já, mér finnst þetta dæmi svona frétta sem þetta bara vellur alltaf áfram að gleyma hver forsetan var. Herðu, íbúðum í byggingum fækkar all land. Við ræddum hérna við Guðmund Hrafn Arngrímsson, formann Leigjendasamtakanna í gær, ófremdar ástand og vorum að auglýsa eftir því að ríkisstjórnin gerði eitthvað í húsnæðismálum og til þess að þingið gerði eitthvað í húsnæðismálum. Þeir eru núna allar nætur að ræða veiðigjöldin. Það er húsnæðiskreppa og búið að vera sívaxandi og mjög erfið húsnæðiskreppa út all land og hvað er að gerast? Það er að vera að koma færri íbúður út á markaðinu. Og mér finnst það er engar aðgerðir í gangi til þess að laga þetta. Það er hátt vaxtastig, þannig að verktakarnir draga í land. Það er erfiðara ef það er hátt vaxtastig að sko fjármagna bygginguna á allum byggingatímanum, þannig að þú bara byggir minna. Þeir er alveg sama, þú að tæma eitthvað staðar, þú þarft ekki að byggja meira. Þannig að þeir draga í land og það er bara ekkert sem að mætir, af því það er ekkert opinbert kerfi sem að mætir þessu. Fyrst er það að Kristrún mæti með sleggjuna og bergi niður vexti. Eða bara búið til húsgrunn. Ef menn trúa því að vaxtastigið sé það eina, þannig að þetta lagast ekki nema bara ríki fari og bara byggja eins og var gert í Kanada. Við vorum með hærri vexti fyrir nokkru síðan og þá var líka verið að byggja sko, eða ekki. Herðu, það er Macron er í heimsókn hjá Keir Starmer. Það er næsta frétt. Leggja línur nýrar áætlunar til aðstoðar Úkraínu. Sko þarna eru tveir stjórnmálamenn, evrópskir, sem eru algjörlega rúnir trausti í sinni heimabyggð. Og þeir eru í einhverju svona herleik sem er að láta líta svo út að Evrópa geti tekið yfir hlutverk Bandaríkjamanna í Úkraínu, sem er ekki, eins og við höfum bent á ofta. Og þetta er svona ég næ ekki alveg þessu leikriti sem evrópski stjórnmálamenn Nei, þeir segist alltaf að fara að senda inn einhverja fríðargæsluliða
til Úkraínu. Það sé ykkur svona pælingar það. Friðargæsluliðar eru auðvitað bara hermenn. Já, friðargæsluliðar eru yfirleitt þeir sem að stríðandi aðilar gera samkomulögum og þeir eru aldrei úr hópi annara NATO er eiginlega í stríði í Úkraínu. Já. Þannig að Rússarnir þurfa að samþykkja hverjir eru friðargæsluliðar. Og þeir mun aldrei samþykja að það séu það verður það bara að vera Kínverjar eða Sádi-Arabar ég veit að Indverjar en það einmitt segir okkur ýmislegt ef þeir ætla að fara að senda inn einhverja friðargæsluliða sem Rússar munu aldrei samþykja þá eru augljóslega verið að senda inn evrópska hermenn. Það er bara NATO komið í stríð. Akkurat, og það er bara það sem er verið að undirbúa held ég. Herðu, við tölum áðan Trump og ég var frétt á RÚV, heyrði ég svona bara þegar vorum að labba hérna inn í kvöldfréttunum að Trump sé að hóta Brasilíu með 50% tollum nema öllum málaferðum gegn Bolsonaro verið hætt. Hugsa ykkur. Hvað erum við komin? Við erum þarna. Forseti Bandaríkjanna segir bara 50% águr nefnir sleppa á vini mínum. Já, þessum líka mæta manni. Bolsonaro reynda svindla á kosningum og hefur verið svona við verum mikið rætt hans glæpi. Þetta fara inn í skipta sér að dómsmálum í öðru landi er alveg hóta tollum. Og hóta tollum með mitt. Já, hóta tollum. Það kannski hann getur skrifað bréf og er ekki til í að skoða hans þetta málans Bolsonís. Það er bara slegið fyrst bara. Þetta er leiðtogi hins frjálsa heims, eins og þetta. Leiðtogi hins frjálsa heims. Herðu, skoðanakannanafréttir er alltaf skemmtilegar. Það er klofin afstæða til kílómetragjalds. Já. Þetta, veistu okkur ég valdi þessa frétt? Þetta er svona út af fagurfræðinni í þessu. Já. Af því að niðurstaðan er svo að þriðjungur vill kílómetragjald, þriðjungur vill það ekki. Og þriðjungur veit ekki. Já, ég tilheyri nú þessum þriðjungur sem veit ekki, af því ég bara hef einhvern veginn ekki almennilega náð að setja mig inn í það, bara hvað felur þetta kílómetragjald í sér? Er þetta þessi boðaði auka skattur á kannski þá sem eru aðeins efna minni og eiga öðruvísi bíla? Já, en það á að reyndar að lækka eldsneytið, bensín og dísil. Já, á móti þessu. Ok. Þannig að það á að gera. Það er einhverju sem getur sagt þess og byrju núna þegar rafmagnsbílar eru orðnir svona algengir og svona kannski venjulegt fólk svona miðlungstekið fólk á efna og kaupa þá kemur kílómetragjaldið en það var ekki þarna þegar það voru niðurgreiddir fyrir þá sem að mest umleikis og gáttu keypt á fyrst og fengu endurgreiddan vaskinn og allt saman og fengu að keyra ókeypis í 4-5 ár það er ekki fyrir en þetta verður komið svona næstuði til almennings þá áfarlega ekki á en svo er það líka fólkið sem býr í út á landi í dreifðri byggðum það hvítir þessu. Já, sem þarf að sækja þjónustuna langt í burtu, gera börnin í skólan skólabílarnir og það allt saman Við þurfum nú samt að vera á rauðu ljósi halvan daginn Já, næstu því úr sama geira er hún Dóra Björt sem er borgarfulltrúi Pírata hún vil herða reglur frágang rafhlaupahjóla í Reykjavík Þú býrði í Garðabænum Það er eitthvað varfið rafhlaupahjól Já, það er bara Ég bý á Hverfisgötunni, þau liggja eins og hráfiður. Já, líka í Garðabænum. Stundum með Hverfisgötunni ekki fær fyrir konur með barnavagn, svo maður segir. Stundum við kallar að gera barnavagn, það er ekki oft. Nei, það er þetta er bara víða og höfuðborgarsvæðinu allan þá er þetta þannig að þetta er sem að kannski komið, þegar maður kemur hjóli og það kannski liggja tvö við hlið, maður verður við hlið maður stoppa til að Já, ég veit ekki. Þetta er bara að vera að gera eitthvað í þessu. Þetta er til óþæginda. Og kannski líka fólk sem er sjóndaburt og Já, ég held að segja, einmitt, kannski einnar helst fyrir fólk sem býr við eitthvað svona föllun sem rekur sig á þetta. Þetta er náttúrulega bara eitthvað business sem eitthvað reka, þetta er hopp eitthvað eitt fyrirtæki og ef þú ert með business og þetta reka svona þá verður þú bara að þrífa upp eftir. Þú getur ekki bara skilið eftir hjólinn eins og ráður út ruslatalla hjá sér Þetta var þegar ég bjó í París að þá var þetta komið og þá að því að ég bjó upp á Montmartre sem er svona hæð og þá þú fer frekar niður eftir heldur en upp eftir
Þannig að það þurfti alltaf að flytja og þetta var bara hluti af því að reka þetta var að færa til hjól. Síðan þetta eins og í sko járnbrautastöðum eða ég veit ekki, þú bara finnur út hvað það þurfa að vera. Sko, þegar ég var bygg í London þá voru svona bara reiðhjól, Santander-hjólin voru þau kölluð. Það var Boris Johnson var með, koma á þessu, hann vildi gera London að mikilli reiðhjólaborg. En þá voru svona stöðvar, sko, þú leigustöðvar, þú leigðir á sérstökum stað og svo þurftir að skila aftur á aðra stöð eða þessa sömu, þannig að þú í runni gekkst frá þetta sjálfur. Já, þannig að þurftir að skila viðurkennt á stað, ekki bara hoppa á því. Einmitt, sem auðvitað bara langskynsamlegast. Já, hvað heldurðu? Ég myndi segja það. En ég er búin að kanna, sko, fyrir mig er þetta svolítið sniðugt, sko. Svona rafskútur? Já, ég átti einu sinni litla svoleiðis og hún var bara ekki nú kraftmikil, hann gaf hana. En nei, búið Garðabæ og geta farið á þessu að stoppustöðinni, skilja þar, tekið strætó hingað og stoppustöðinni þar og hingað inn í Bólholt. Já. Það er svona ódýrar, það er ekki ódýr að fara bara á rafmagnsbílnum. Jú, ætli það ekki. Já, þetta er ekki það, þetta er voða þægilegt. En þetta er líka, sko, þetta er auðvitað svona gerfiþörf, sko. Maður fer að labba minna leið og maður kemur sér upp á leið með þetta. Það tekur mér ekkert voðalega langa stund að labba í vinnuna en ég fer frekar á hoppi. Ég labba yfirleitt heim. Í þriðja hvert skipti að þá hitti ég Björn Leví á svona hjóli á leiðinni heim. Hjóli hans er alveg magna, sko. Nú er hann á engahjóli. Já, það er alveg bara turbóma. Herðu, talandi skutla, þá eru fleiri börnum með skutla í skólan en áður var. Var það hægt? Spyr ég nú bara. Það var eitthvað eitt barn eftir. Skutla þú þínu barni í skólan? En ekki séns. Ég get svo aftur að því að ég fer á þeim tíma oft út á mótnana með hundinn að krakkarnir í hverfinu hjá mér, þau eru bara almennt á flottum hjólum eða hlaupahjólum og þau þeim er greinlega ekki skutla. Nei, en þau, svo er það spurningin, sko, á 11-12 ára barn að fara á tæki sem fer svona hratt og það eru margir á ferðinu og svona, ég veit ekki. Og þau líti ekki til hægri að vinstri þegar koma þvert yfir, sko, það er. En ég valdi þess að frétta því að við höfum talað við svona hvort að börnunum okkar líði ver og þá koma svona sálfræðingar og uppeldisfræðingar og það sem hefur verið svona gegnum gangandi svona undanfarið er það að börnunum vanti meiri seglu. Það er svona, þau eru eiginlega hvetja okkur til þess að ýta börnunum svolítið svona áfram í að bjarga sér. Já, þau sem eru á reiðhjólunum, þau eru bara öflug, bara litlir krakkar á reiðhjólum. Ekki skutla börnunum í skólan. Geða þeim frekar hjól. Síðasta fréttin þengist þessu, ég veit ekki hvort að Snorra Másinni var skutlað, en ammans, hún var að skrifa að hún var mjög ósátt við stjórnarandstöðuna, það var frétt held inn á Mannlíf. Það er Helga Kress sem er amma Snorra Másonar, ammans er Margrét Njarðvík, sem er rektor upp í Bifröst. Pappans er Már Jónsson, prófessor í sagnfræði. Hann er Nepo baby, eins og kallaði. Þetta er allt saman svona, ég myndi held að fólk væri meira minna svona allaballar. eins og hétt ekki landa. En svo poppar hann allir upp sem harður miðflokksmaður. Hann bankar nú fyrst upp á hjá Bjarna, sko. Hann bankar fyrst upp á Sjálfstæðisflokknum. Það er nú ekki mikil munur á miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum. Nei, en samt var sagt nei við hann í Valur. Þú sást það í þinginu í gæra sem að Borgþór er að segja þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins fyrir verkum, að það er stutt þarna á milli. Já, en ég er samanlega Helgu Kress. En munið er samt sá að sko, í þessu málþófi þá eykst fylgi miðflokksins sko, á meðan hinn dalar. Já. Akkur? Er það svo? Því að þeir sem eru svona harðir í Sjálfstæðisflokknum sem er kannski svona 13% fylgi, að þau vilja bara kjósa alvöruflokkin sem er miðflokkurinn. Já. Sem meinar þetta allt bara alveg og gerir þetta bara en Sjálfstæðisflokkur er bara skottast svona eftir það verður þetta að kjósa hann þannig að það sem hefur gerst er að fylgið farið frá Sjálfstæðisflokknum yfir á miðflokkin það sem hefur sést aukning á miðflokknum það var til þess ekki á Gallup, það var hjá Maskínu Herðu, en við látum þetta heita gott með fréttunum í kvöld, við erum að svona ennþá að glíma við svona tæknina í þessu hvernig við höfum að hafa þetta horfir allt í betri vegar Herðu, hérna framundan þá ætlum við að halda áfram að tala að fjalla Bjarg. Þú fær hérna gest sem er Þórhallur Guðmundsson sem er stjórnsýslufræðingur og ætlar að tala Bjarg. Já. Ég var búinn að tala að þú ætlar að fá hérna 4 gesti á eftir til þess að fara bara yfir stjórnmálaástandið. Þegar þátturinn er búinn klukkan 9
að þá ætla að koma til mín Páll Óskar Hjálmtýsson og ég ætla að taka við hann svona helgispjall sem við köllum, taka svona langt og ítarlegt viðtal við hann. Það byrjar bara strax klukkan 9 og þannig að það ekki... Já, en fyrir þá sem að vilja vita það, að þá fótboltaleikur á RÚV og þessum erum við með fréttir hérna því að það bara fótbolti. Og núna staðan 2-1 fyrir Noregi, þannig að... Já, það búin að skora mark, það bara fyrsta mark í langa tíma. Þurfa að skora 2 í viðbótið þess að vinna. Sveindís skoraði. Já, við sjáum til með það, við ætlum að hafa smá auglýsingar og svo fjöllum við ástandið á Bjargi. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl aftur. Hjá mér er komin Þórhallur Guðmundsson, stjórnsýslufræðingur og félagsráðgjafi. Vertu velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér. Við ætlum að halda aðeins áfram að ræða í kjölfar fréttar okkar hér á Samstöðinni Bjarg og svo bara svona geðheilbrigðismálin í heilsinni. Þú hefur skoðað aðeins og kannski verið, hefur svona þína gagnrýni á svona eftirlit með svona þessum einkaaðilum sem eru að koma inn í opinbera geirann. Ég veit ekki hvort þú sást að Grímur Atlason einmitt sendi frá sér grein þetta sama og þrýsti á umbætur. Hann talaði þarna 1100 og eitthvað daga sem að hefði dregist að veita bara svör eða einhverja úrlausn. Já, hann var að tala um fyrirhugaða nefnd sem á að fara yfir öll málefni heimila frá upphafi til dagsins í dag, sem kannski á einhvern tímann þá fellan þetta, en við erum náttúrulega með eftirlit með velferðarþjónustu, það er gæða og velferðar stofnun, Já, eitthvað eftirlits við skulum bara gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála og hún gefur út leyfin, hún gefur út til dæmis eins og leyf fyrir Bjargi og hún hefur á að hafa eftirlit með velferðarmálum, hún hefur til dæmis, hún hefur það hlutur, hún hefur frumkvæðisskyldu, hún getur tekið upp mál sjálf og rannsakað, auk þess sem henni berast ábendingar sem hún rannsakar. Mér veitanlega hefur hún ekki rannsakað þetta heimili. Þá er annað að þegar sveitarfélög í þessum útvistingum, þau að semja við einkaaðila að vera með velferðarþjónustu, þá fylgja því ákveðnir rammar og reglur. Að þetta er framhald af sveitarfélaginu, þú tekur að þér skyldur sveitarfélagsins sem þessi þetta fyrirtæki og þú verður að standa við þær. Sveitarfélögin eiga að gera það mjög skýrt Nú hefur það einmitt verið svolítið óskýrt með eins og Seltjarnarnesbæ sem að reynlega segist bara ekki bera neina ábyrgð þannig í þessu máli endar það svo
Ásmundur Einar, þáverandi ráðherra, hans sá sem semur við núverandi rekstraraðila þarna á Bjargi og fyrir vikið þá bara einhvers konar, virðist hafa myndast bara einhvers konar tómarými eða þar sem að enginn virðist bera neina ábyrgð, enginn að fylgjast með og meðan bara búa þessir menn þarna. Já, og með við lýsingarna þínar að þarna maður sem getur ekki hreyft sig á sjálfstæðun, það einn starfsmaður á vakt, hvað gerist ef kveiknar eldur? Hvað gerist ef einhver veikist alvarlega annar og þessi á hann bara að vera í stólnum með iPadin sem sólarhringum saman. Þetta minnir alltaf á sögur frá Kópavogshæli á 7. áratug síðustaldar. Að það sem að fólk var svona lengi bara ekki þau var ekki synd. Nei, og það verður svolítið með Bjargið að þar hafi einmitt tíminn staðið svolítið í stað. Þetta auðvitað ekki hefðbundið búsetuform, ekki svona með við það sem að bara kveður á í fötlunarsamningi eða sem á reyndar eftir að lögfesta ná að gera á þessu þingi. En það búsetuúrræði en eiga núna að vera einstaklingsbúseta, það sem vart í sjálfstæðri búsetu. Og það löngu þeir sem hafa fylgst með málefnum fatlaðra, að við erum með svona búsetu sambýli þar sem voru 4-5 einstaklingar sem borðuðu allir saman, voru með stofuna saman. Það var ekkert garantera að þessum einstaklingum kæmi vel saman eða líði vel með hver öðrum. Og þar leiðandi þá einhvern tíðan vék þessi hugmyndafræði fyrir sjálfstæðri búsetu. Já, það auðvitað, ég meina það sem við viljum sjá auðvitað að geðfatlaðir séu eins og aðrir hvattir til þess að búa sjálfir og þurfa ekki að reiða sig á einhvern veginn einmitt þessa sjúkrakompleksa sem að mætti kalla. Já, það alveg eins og Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála gaf út fyrir 2020 en með þá gaf þeir út leiðbeiningar hvernig á að vinna vistunarmál fyrir fatlaða eða þessa búsetúrræði. Og það þetta dæmigerið í þessu að þú átt ekki að gera neitt skjólstæðingurinn að fá að ráða sinni þjónustu og hvernig hún höguð og hvernig frítími hans hagað og svo framvegis. Það á að taka mið af þessum þörfum, rjúfa félagslega einangrun, vinna í sátt og samlendi með aðstandendum og bara svona almenn skynsemi í framkomu við fólk. En það spurning með eins og þarna hefur þetta ekki skilað sér inn í þetta á þennan sérstaka stað. En maður spyr sig að þetta annars staðar svona líka. Það ekki langt síðan að við vorum með mál þar sem að ung kona slasast á vakt, það var undirmönnuð, það átti að vera 2 á vaktinu, þetta var á einkareknu sambýli og hún slasaðist og svo fékk hún ekki bætur þegar hún ætlaði að sækja bætur til fyrirtækisins. Og maður verður að setja spurningamerki við að hvernig gat fyrirtækið einhvern veginn, það var í þessum tiltekna máli þá átti alltaf að vera 2 á vakt, þarna bara 1 á vakt og þetta var með erfiðum skjólstæðingum. Þetta klettabær, já, og ég vil svo sem kannski ekki alltaf vera... Ég held að það hafi verið sagt frá því á sínum tíma, já. Það var alveg fjölmennar fjölluðu vel þetta. Og þarna annað dæmi, og það eru fleiri dæmi atvik á til dæmis öryggisvistunum sem ég líka sett spurningamerki við að það sé verið að útvista öryggisvistun fyrir fólk sem hefur fengið þann dóm að vera undir læknishendi í einhver tiltekinn tíma þangað til að það metið þannig að það komast aftur út í samfélagið. Þetta eru staðir sem alveg bjóða upp á átök, bjóða upp á það að erfið atvik geti gerst og að þessu sé bara í raunveru komið til vandalausra. Það finnst mér
mjög sérstakt. Ég var svona allavega á meðan að eftirliti, ég virðist ekki verið sinnt sem skildi. Nei. En það virðist, ég var nú eitthvað að renna aðeins yfir lögin einmitt rekstur á svona heilbrigðis starfsemi og það eru ég meina heimildin til staður að vera með einhvers konar eftirlit en þau í raun og veru svo litið útvistað til fyrirtækina sjálfra að sinna svona sínu eigin innra eftirliti og skila inn skýrslum til heilbrigðisráðuneytisins að það sé allt í stakasta lagi. Og það allt í lagi ef að fyrirtækin sinna þessu. Ég meina ef þú ert með gott innri eftirlit þá það svona þjónustöð sem aðeins fyrir utan fyrirtæki og hún á að lítur algjöru sjálfstæði og ekki undir stjórn eða forstöðumann fyrirtækisins kofminn og þú getur þá sent þessari þessu innri eftirliti. Og innri eftirliti í raun og veru þetta hljómar eins og það sé verið að reyna að góma fólk við að vera ekki að vinna vinnunum sína eða eitthvað, en svona innra eftirlit getur verið mjög virðisauκandi fyrir fyrirtæki. Það á þessum stöðum það sem oft að fólk rekur augun í eitthvað sem hægt að gera betur og sem verður að einhvers konar nýsköpun innan fyrirtækisins. Þannig að þetta á ekki vera slæmt orð innra eftirlit þó að það hljómar þannig. Ekki nema maður hafi kannski eitthvað slæmt á samviskunu, þá vil maður nú ekki vera mikið undir eftirliti. En það bara svona innra eftirlit hjá ríkinu. Það mjög mikið hjá ríkinu. Það hjá ríkisstofnunum. Flesta ríkisstofnanir eru með eigin eftirlit með sjálfum sér og svo náttúrulega eru eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með þeim. En hjá sveitarfélögunum hefur þetta er þetta ekki eins algengt. En ef við tökum Berg sem dæmi, að hafa eftirlit með Berg sem Snæfellsbær. Nei. Seltjarnarnes, já. Það þýðir það að þú lætur einn félagsráðgjafa kannski fara 2 á ári í heimsókn, hann tala við nokkra vistmenn, hann tala við nokkra starfsmenn, hann skoðar, allt með feldu, þrifalegt, heimilislegt, einhver dagskrá í gangi, unnið eftir einhverju hugmyndafræði, þú veist, hvernig bara, og þú veist, fólk ánægt hana. Þetta ekki margir klukktíma, þetta er ekki einhver svona íþyngjandi kvöð til þess að sem þú veist, nei, við verðum að vera með eftirlitsstofnun til þess að eftirlit með stofnunum okkar. Nei, hjá litlu sveitafélagi eins og Seltjarnarnesi sem 8.000 íbúa, þá getur kannski einn félagsráðgjafi haft eftirlit með öllum stofnunum sem eru að sinna fólki hjá bænum. En ég meina eins og Björg, þar einmitt, það svona óljóst hver á að sinna þessu eftirliti, þannig að það þyrfti þá að vera í rauninni heilbrigðisráðuneytið sem að sér það. Ég held að ég sé ekki að fara rangt með, en í lögunum einmitt það svona skýrt kveðið á að það sé heilbrigðisráðuneytið sem fyrst og fremst sinni þessari eftirlitsskyldu líka með þessum enga rekstrar aðilum í opinbera geiranum. Ég meina, þegar við erum að tala svona kerfi sem hið opinbera kerfi og hið opinbera heilbrigðis- og félagskerfi, þar sem að við samfélagið þarf að reiða sig á ákveðna þjónustu, það sem ég velti fyrir mér hvernig getur við réttlætt að svona einkavæða það með þessum hætti og útvista með þessum hætti. Hvernig þurfum við ekki bara einhvern veginn að halda okkur höndum með það að búa til fleiri úrræði? Hvernig, ertu sammála mér í þessu? Já, ég mjög hlindur því að sveitarfélögum útvisti verkefnum og eða til dæmis semjis eða séu nokkur sveitarfélög saman með verkefni og þú veist, frábært að útvista til dæmis
Sumir vetur eru snjóléttar en aðrir og þá ertu að borga minna fyrir þetta. En það mjög varhugavert ef þú ætlar að útvista viðkvæmu hlut og sambýli fyrir fólk með margvíslegar, geðrænar og jafnvel líkamlegar áskoranir. Þú verður þá að búa til mjög stífan ramma það hvernig starfsemin á að vera. Hún verður að vera eftir þeim lagalegu skildum sem sveitarfélaginu er búin. Þú getur bara ekki látið einhver drega sambýli og það einn á vakt í 32 klukkutíma með 4 skjólstæðinga. Það bara mjög bara sjokkerandi og að fólk fari yfirgefi vinnuna og komi sér ekki tilbaka út af og miklu álægi. Og kannski þetta alveg svona ekstrím dæmi og það verður kannski ekkert verra heldur en þetta. En eitt svona dæmi bara nóg. Það þarna verið að gjöra það mannslíf þarna. Já, það mannslíf þarna og það mannréttindi. Þó að þú sér búin að vera inn á stofnunni 50 ár og sért vanur, stofnunvanur. Það þýðir ekki það að megi ekki reyna áfram að bæta líf þitt. Það má ekki gefast upp. Það að versta sem gerist, það svona að þú ert einhver svona stofnun og það kemur nýr starfsmaður og segir, ég var að prófa þetta og þetta. Og þá segir einhver gamall starfsmaður, nei, við reyndum þetta fyrir 5 árum og það gekk ekki. Það sem við reyndum fyrir 5 árum, það kannski virkar í dag. Það kannski virkar með nýrri nálgun, það kannski virkar með nýjum starfsmanni. Það er að versta sem svona stofnanir gera, það að gefast upp á staðna. Það náttúrulega bara dregur þrótt úr þeim sem þeir eiga að vera að vinna fyrir. Já, það akkurat svona mín tilfinning að þetta sé svolítið þetta eru svolítið svona skítugu kallarnir sem voru bara að hafa verið á þessari geymslustofnun þarna í eitthvað tíma og bara fullri virðingu fyrir þeim líður manni svolítið eins og einmitt að það hefði verið hægt að reyna og ég meina ég skoðaði svona greinagerðir og ýmislegt samskipti bæði Seltjarnarnesbæjar og svo umboðsmanns Alþingis og það var alltaf talað að þetta fyrirbæri Bjarg í sinni núverandi mynd sem að hefur verið í tæp 60 ár eins. Það væri bara síns tíma en vegna þess að akkurat mennirnir væru eiginlega og margir hverjir bara hafa verið þarna öll sín fullorðins ár þá sé bara of seint að breyta til eða það taki því ekki. Það svolítið svona og þegar það talað svoleiðis fólk og manneskjur þá einhvern veginn fær maður svolítið illt í hjartað. Já, ég var á síðustu öld, þá var ég sumarstrákur á stofnun þar sem að voru svona geðfatlaðir, sennilega myndu flestir hafa fengið einhverju greiningar í dag og sem voru búin að vera á stofnunin í 30-40 ár. Og það var mitt viðhorfið, það búið að reyna allt, við gerum ekki neitt. Svo komu nokkra stelpur sem voru að vinna hana, áhugasamar, þær fóru að mála konunnar og greiða þeim og detua við þar og keyra þar reglulega í hjólastólum út í garð og annað og það byrti yfir þessum konum. Þeim leið betur, það brostu. Það þurfti ekki mikið. Þannig að það að segja að bara, já, við erum búin að reyna allt. Það mannleg tenging. Já, það aldrei búið að reyna allt. Það bara ekki búið að reyna allt fyrir en að viðkomandi bara dáin, Og þetta eru, bara hættuleg viðhorf ef þú ætlaðir að vera að vinna í því að þjónusta fólk sem stendur höllum fæti. En því miður, þetta verður oft og þetta er út af til dæmis að það verið að keyra svona staði á lágmarksmannskap. Þú veist, það að vinna vaktavinnu vaktavinnu með svona erfiðum þjónustu þegum eða skjólstæðingum
það yfirleitt í þessum stöðum þá meiri veikindi og lengri heldur en hjá fólki sem vinnur bara 9-5 og það svona, þú veist, og þessar vaktir, það vont að vera að fara á vera á kvöldvöktum og næturvöktum og svo morgunvöktum og þetta allt í kringum þennan rekstur frekar þungt og þar að leiðandi finnst mér persónulega að það verði að ef að fólk ætlar að framselja þennan rekstur til einkafyrirtækja að það verði þá að vera með mjög stífan og skýran ramma og vera sko tilbúið að þurfa að grípa inn í og styðja meira við. En útvistunin var svo þægileg að því að þó skrifa bara ein ávísun sem á að duga fyrir árið og það kemur enginn forstöðumar eftir 4 mánuði og segir ég að fara fram yfir fjárhagsáætlunina fyrir að nýju samningarnir bara þú veist ég ekki efna þeim. Já, dýrt starfsfólk og það kom leki og eitthvað og þannig að þetta alveg svona fyrir sveitafélagin þá bara hljómar þetta sem sko bara besta lausnin. Bara ég skrifa 100 milljón krónur að tjekka og svo get ég bara glemt þessu. Og talandi 100 milljónir, það voru nú flutta fréttir af þessu sama fyrirtæki og Rekubjörg mannvirðingu fyrir nokkrum árum síðan, 2 árum síðan held ég að þá það eru 207 milljónir sem að fóru í Reynimélin sem annað úrræði á vegum þess að sama fyrirtækis. Það sko svona öryggisúrræði og þetta hefur svolítið verið að vefjast fyrir mér sko að því að mannvirðing við þetta fyrirtæki sem ætlar að vera með öryggisúrræði en það einhvern veginn komið þannig inn á Bjarg en Bjarg ekki beitt öryggisúrræði þetta það bara búsetukjarni og svo einhvern veginn farið að grauta þessu saman og þetta ekki nákvæmlega einmitt bara svona út frá sko föllunarfordómum og annað að þessu sé svona hrært saman einhvern veginn í eina lausn það sé ætla að slá þannig 2 flugur í einu höggi til dæmis með að öryggisvist að fanga inn á Bjargi og annað það náttúrulega bara það fáránlegasta sem ég hef heyrt lengi að þú flytur öryggisfanga. Ég held að væri sko þannig að þú fær þegar þú dæmdur til öryggisgæslu þá ertu dæmdur til þess að vera ákveðnum stað og það ekki forstöðumann staðarins að breyta því og ákveða það. Það hlýtur að vera þeirra sem eru með hafa yfir sko hafa sem sjáum að framfylgja dómnum, hvort að það sé fangelsismálastofnun eða heilbrigðisráðuneytið eða eitthvað, þá það ekki einhvers forstöðumanns að ákveða það að taka mann úr öryggisgæslu og flytja hann yfir og sambýli þess að fyrir 4 einstaklingar. Alveg sama þó að þetta sé ekki ofbeldismaður eða neitt hættulegur hann heldur ekki skilið að vera settur inn á einhvern annan stað heldur en hann var dæmdur á. Hann dæmdur til þess að vera einn í öryggisvistun og ég bara veit alveg að sko að það margt vel gert þessum öryggisvistunum félagslega, það farið með... Já, og yfirleitt þetta nú jákvæð öll svona opin úrræði og önnur úrræði heldur fangelsi og maður auðvitað fagnar þeim en veltir einmitt fyrir sér að sama skapi sko gagvart þeim sem að fyrir voru á Bjargi og svo þessum einstaklingi sko hvort að þetta tvent einhvern veginn eigi eitthvað saman og eitthvað samleið. Nei, þetta var enga samleið sko. Þetta var enga samleið og ég meina ég var nú að leita að þessu fyrirtæki og ég finn enga heimasíðu og ég finn enga neitt þetta, ég finn bara að gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála hefur samþykkt gefið þeim leyfi en ég meina fyrirtæki sem að þjónusta fólk með krefandi þarfir. Það hlýtur að vinna eftir einhverju hugmyndafræði. Það hlýtur að vera með einhverju svona síðu þar sem að útlistar hvaða hugmyndafræðin eftir hverjir sinna stjórnunarstörfum, hverjir séu sérfræðingar. Ég meina... Eftir því sem ég kemst næst þetta 2 manneskjur. Já. Sem eiga þetta fyrirtæki og reka. Já, ég meina... Ef ég sko væri kannski eiga þessi 4 menn sem eru þannig að bjarga enga aðstandenda lengur á lífi en
ef ég væri aðstandandi ég myndi vilja vita sko bara eftir hvað hugmyndafræði er unnin. Hvernig fer hún fram? Hver stýrir henni? Er einhver viðtöl, þú veist, er einhver hvetjandi viðtöl við þessa menn? En þú veist, það er ekkert þannig. Þetta er bara virðist vera einhvers konar sko geimslaða sem fólki geimt. Og þetta er alveg svona, og ég ætla ekki að vera að álesa, ég veit ekki hvernig mannvirðing vinnur eða annað og hef engar forsendur svo sem til þess að dæma þau. En það að sveitarfélagið komi sér inn í þá stöðu að vera með fólk sem er á þeirra forræði í einhverju sem sko stenst engar nútíma kröfur sem gerðar í velferðarþjónustu, það finnst mér mjög svona það er að á sveitarfélagið ætti að drífa sig að gera bragabót sko. Það er ekki dýrt að breyta þjónustu við þessa 4 menn. Nei. Það er ekki dýrt. Það tekur ekki mjög langan tíma. Það er hægt að byrja á því til dæmis að flytja einn eða 2 þeirra eitthvað annað. Já, ég meina það er til fullt af, ég meina þjónustu íbúðum, það er til önnur sveitafélög og ég meina það er til, ég meina það er hægt að búa til stöður hennilega í kringum þá innan sveitafélagsins og hérna, ég meina nú er Seltjarnarnes ekki illa statt eftir því sem að ég kemst næst allavega og ætti alveg að vera í stakk búið að geta hlúðað öllu sínu fólki. Já, en þetta er sko maður veit ekki, þetta er náttúrulega pólitísk ákvörðun. Þú velferðarmál eru náttúrulega pólitískar ákvörðanir og það er ákveðið, sko, hvað ætlum við að miklu í þetta á þessu ári og ætlum við að byggja upp eða ætlum við bara að halda hlutunum eins og núna. Velferðarþjónusta er náttúrulega svakalega dýr og þegar málefni fallar var flutt yfir til sveitarfélaginu 2011 allir sem hafa skoðað það eru á því að það hafa aldrei fylgt í nægilega mikil stuðningur frá ríkinu. Ríkið ætti að styðja betur, ríkið ætti að veita meiri peningum í þetta og sérstaklega til lítilla sveitarfélaga og sveitarfélaga út á landi. Lítil sveitarfélaga út á landi náttúrulega bara hafa hver ekki getuna til þess að veita þessa þjónustu og þar alveg hverfa fjölskyldur fallara barna úr sveitarfélaginu yfir á suðvesturhornið. Og ég meina, og við höfum líka verið að sjá að oft kemur það fyrir að fólk er hreinlega slitið í sundur á milli landshluta sko, og frá ástvinnu sínum að vegna þess að það kemst inn á einhverja þjónustu í öðru sveitafélagi heldur en því sem að það hefur kannski bara allst upp í. En þetta er ágefni að þessu sé einhvern veginn, eins og þú segir, ekki fyllt betur eftir af hendi ríkisins að aðstoða sveitafélögin við að veita þessa þjónustu í heimabyggð því að það er auðvitað ætti að vera og að manni þykir bara hreinlega mannréttindi. Já, og líka það sko fyrir að mörg minni sveitafélög, þessi sveitafélög sem eru kannski með undir 2000 íbúðum, þau eru með að byggðarþróun og það að missa fjölskyldu með sko langveitt barn, þú ert kannski að missa 5-6 einstaklinga og ég held að þetta sko miðað við það að áhersluna sem er lögð á það að spyrna á móti öfugri byggðarþróun, þá ætti að reyna að færa þessa þjónustu þó hún kosti heimi hérað og já, það kostar að sinna fólki vel, það kostar. Já, það kostar líka einmitt að útvista þessu svona eins og komið hefur fram með. Já, 207 milljónir í einn mann. Einmitt, þannig og ég meina við vitum það bara sem erum fullorðin og rekum okkur sjálf að það kostar ekki 200 milljónir á ári að reka heimili og sér sjálfan. Nei, en við vitum náttúrulega ekki sko hvort nema að séu alltaf 4-5 á vakt hjá þessum manni að hann sé mjög erfur og eitthvað svoleiðis. En svo er það að þeir verða að spara með einhver svona útvistum. Ef eitthvað kemur upp á, þá situr
sveitafélagið í því og þú veist með álitssnekki og orðspors áhætta kannski þarf það að vera fer það í gegnum einhver dómsmál sem það þarf að borga, þá verður þetta miklu dýrara og hlutir sko bara eins og það að ef að það myndi, þú veist, kveikni í einhvern svona stað eins og þú varst að lýsa. Það bara eitthvað svona, það verður bara eitthvað sem situr og festist við bæði fyrirtækið og sveitafélagið og verður ekki þrifið auðveldlega í burtu. Já, ég bara, og einmitt að vegna bara svona slægilegs reksturs einhvern veginn að það hljótist kannski stórtjón af og það getur kostað manns líf og en Þórhallur Guðmundsson, stjórnsýslufræðingur og félagsráðgjafi, ég ætla að þakka kærlega fyrir að koma og vera hérna með okkur. Takk fyrir að fá mig. Og við höldum auðvitað áfram að fylgja eftir þessu máli og bara geðheilbrigðismálum almennt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stórafmæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. á samstöðinni til að ræða. Hérna það komin Guðmundur Halldórsson prófessor, Ásgeir Torfi Brynjarsson eða Ásgeir Brynjar Torfason. Já. Herriði, takkaði fyrir það. Ritstjóri Vísbendingar og Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur. Og við von á úr Valöll Sirrí Hallgrímsdóttur. En ég get ekki að byrjað á því sem var að gerast í þingin í morgun. Fylgduð þið með þessu? Eitthvað svona aðeins, já. Já, en sástu þetta sem gerist þarna klukkan 10? Nei, ég gerði það nú ekki, ég las svona bara um þetta eftir á, sko. Ég í vinnu ennþá, þannig að ég þarf að sinna henni. Ég var í sumarbústaðnum með afadrengnum og hérna kom bara í bæinn og heyrði þetta þá í kvöldfréttunum. Já. Þetta eru stóru viðburðir, það ekki? Sagnfræðingur, þetta eru sögulegir tímar. Já, það er, eins og segir, sko, það er ekki ljós hvernig þetta endar, en það var svona í að því áðan í fréttunum að þetta svona annarkvort myndi enda með einhverjum samkomulagi í kvöld eða þá þessu verið bara slítið á morgun og við höfum sjá til. Já, en það er sko, ég tók eftir líka í fréttunum að það verið að tala um þetta, þá sagði Bergþór Ólafsson, sem er svona fyrirliði málþófsliðsins svona, að hann sagði að varandi fiskveiðifrumvarpið að það væri margt órætt í því og það er búið að ráðstafa núna ræðum alveg fyrir 991. Þannig að þetta er náttúrulega yfirgengilegt og ég hef aldrei, og nú á ég langan fréttamannaferil að baki og fylgst með fréttum lengi, ég hef aldrei séð Alþingi jafn svívirkt.
Nei. Því miður og þetta alveg nýjar lægðir og maður svolítið miður sín. Já, nú kannski ekki vona miklu frá þessum klausturmanni, en það eru margir hérna inni í þessum minnihluta sem halda uppi þessu ofbeldi sem að ég hefði búist meira af og svo finnst mér líka að þeir sem að þó ekki taka þátt en horfa upp á þetta en eru í þessum minnihluta, þeirra sökur líka stór að standa ekki upp og bara einhvern veginn halda virðingu. Það allir búin að missa virðingu þarna. Þetta getur ekki gengið svo lengur þannig að vera komin 2 þing í haust sko, þannig að þingi heldur bara áfram þetta gengur ekki lengur sko, og það má segja að þetta mál sé, það svolítið sérstætt þetta mál sko, því að það ekkert í þessu sem að svona bendi til þess að fyrstulega þetta sé svona á einhvern nátt vinsælt eða þetta frumvarp ekki óvinsælt meðal þjóðarinnar, hefur nýtur mikið stuðnings. Það ekki nein svona stjórnskipunaleg mál þannig svona sem að liggja hann undir, það ekki eins og þetta sé að lýðveldi fara á hausinn þó að þetta frumvarp samþykkt. Þannig að tilgangurinn með þessu ekki alveg ljós og þessi að við viljum semja við ríkisstjórnina, en ég meina ef ríkisstjórnin leggur fram þetta frumvarp væntanlega fullir alvöru og ætlast til að það verði samþykkt af því að telur það sé réttlátt og hefur sjálfsög ekki neitt að semja, þannig að þá verðum við fyrir sér hver þá tilgangur með þessu, til hversi eru þeir að þessu og þetta bara hreinlega getur ekki gengið svona að þetta verður að ræða málin en þetta ekki umræður, það er standa og flytja saman frumvarpið trekk, það er ekki sem voru ályktum sveitastjórna hér og þar í landið, þetta er ekki umræða. Nei, er þetta ekki augljós afhjúpun á því að það er bara verið að sýna sig fyrir kvótagreifunum og þetta í raun og veru mála afhjúpar svolítið. Það sem þeir eru vanir að hafa haft völd og láta það sýnast eða þykjast, núna afhjúpast það í þessu að það er þarna bara verið að gæta hagsmuna þessar örfáu svo ég vitni bara í forsætisráðherrann, þetta er ekki mín skoðun eða greining, en örfáu fjölskyldur sem eiga hér réttin til að veiða og bara, sko, ég hef lent í því að þurfa að vera að reyna útskýrta fyrir prófessorum í Skandinavíu, hagfræðiprófessorum sem að bara skilja ekki hvað máli snýst í, sko, samkvæmt kenningunum er það alveg augljóst að upp í 95% eða 99% skattlagningu á umframarði, auðlindarentu, þá áttu samt að vera tilbúin í að halda áfram að því að þú fær þá allavega 5% gefins eða 1% og þannig er verið að breyta þess úr, ég man ekki hverja tölunar eru og það fer eftir afla og tegundum, en einhver úr 22% í 33% sko, og það er bara verið að taka réttaríki og snúa því á röngum. Já, það er það nefnilega sem er svo áhugavert sko, þetta er náttúrulega alveg gríðalega markaðsherferð sem er búin að vera í gangi fyrir okkar peninga á vegum þessara risafyrirtækja í sjávarútvegi og hún byrjaði náttúrulega með þessum skrýtna auglýsingum öllum sem voru náttúrulega þannig að þeir skutu sig í báða fætur en markaðsherferðin heldur áfram núna og inn á sjálfu Alþingi og akkurat þetta að það er ekki einu sinni í umræðinni að þetta er náttúrulega bara allt of lág leiga og þeir mega bara prísa sig sæla vegna þess að þetta rétt dugar fyrir kostnaðinum af greininni fyrir ríkissjóð. Þannig að það er líka alveg ótrúlega mögnuð markaðsherferð sem er að snúa þessu þannig upp að Grétar Már Jónsson sem var þingmaður og hann sagði á þingi núna í þessari vikveldi að það færi eitt á milli mála að þeir sem var að halda þessu málstofu áfram, þeir væru bara í taumi frá LÍU og hann fekk að móðgust margir í salnum. Svo Lilja Rafney Magnúsdóttir sem í atvinnuveganefnd og margreyndur þingmaður og ég spurði hann, hún var hérna og ég spurði hann út í þetta og hún sagði að það fer bara ekkert á milli mála. Það fer bara ekkert á milli mála að það er sem sagt þrýstingurinn kemur úr Borgartúni 35. Já sko þegar svona málþóf fer fram þá eru þetta flokkarnir fyrst og fremst fulltrúaflokkarnir fyrst og fremst að tala við sína kjósendur. Það er eða sína stuðningsaðilega, við getum orðað þannig. Þeir eru ekki að tala við þjóðina, þeir eru ekki að tala við aðra þingmenn og þeir eru vonandi ekki bara að tala við sjálf á sig sko, þannig að það eru örugglega telja þeir að með þessu þófi sínu öllu saman að þá séu þeir að höfða til einhverja sem að styðja það, hvort sem að það er þá
þeirra kjósendur eða þeirra fjárhagslegu bakkarlar. Þannig að því þetta hefur engan tilgang, þetta gjörsamlega tilgangslaust, þetta bara kemur leiðinda andrúmslofti á þingið og skapar þá þetta viðhorf til þingsins að þetta sé tilgangsleg samkoma sem auðvitað mjög hættulegt. Og líka einmitt þetta vekur svona siðferðilega spurningar, það svo augljóst að þessi hópur ekki að vinna fyrir almenning í landinu. Hann þarna að keyra einhverja rútu fyrir örfáa auðmenn og þá spyr maður sig hvert Alþingi komið að þarna séu ekki fulltrúar fjöldans. En það var það raunar komið áður, það gleymist, en bara í lok síðasta þings kom dómur úr héraði á lagasetningu þingsins og umboðsmaður búin að taka þá í bakari líka, af því að nákvæmlega þarna voru lögfræðingar þessara fámennu ríku hagsmunaaðila inn í þingnefndum að skrifa lög fyrir þjóðina eins og að þingið væri bara svona stimpil samkoma og þetta það eiginlega í mínum svona heimsfrétta yfirlestri sem ég les nú meira erlenda alþjóðlega fjölmiðla heldur en íslenska að það bara í Bandaríkjum Trumps sem hægt að sjá eitthvað álíka á þess að sé að líka þessu saman en þar verið að tala núna og útskýra fyrir fólki fiduciary duty sem nú sko hugtak á íslensku umboðsskylda sem að þurfti nú að gefa út smá hver bara fyrir fáeinum árum til að útskýra fyrir fólki á fjármálamarkaði þetta hugtak þegar þú ert að starfa í umboði annara og fara með einhvers konar vald fyrir hönd annara að það þurfti sko hugtakið svo fyrir marga svo óljóst á íslensku að það þurfti að gefa út hver til að skýra það sem ágætt og mjög fínt hver, ég held að maður sé Arion banki hafi staðið á útgáfunni af öllum en þar eru pistlar frá siðfræðistofnunar fólki og fleiru minni en sem sagt það sem að gerast í Bandaríkjunum núna verið að útskýra í svona vönduðum fjölmiðlum að þetta hefur verið þinn óskráða regla að þegar þú ert kosin til embættis og ekki bara fórstans heldur líka þegar þú ert opinber embættismaður í valdamikil stöðu. Það var á fyrri tíð Trumps þegar að forstjóri FBI sagði af sér eða var rekinn og gaf út svona, heilmiklar upplýsingar í framhaldi af því að þegar þú ert í annarkvort opinberu embætti eða kosin til að leiða eða eins og þarna að þú ert valinn inn á Alþingi Íslendinga til að setja lög fyrir þjóðina að þá ertu þar með ákveðið vald þar sem að þér ber skylda til að taka sko hag þeirra sem þú ert umboðsmaður fyrir fram yfir þína einhagsmuni. Þetta náttúrulega svakalegt í síðustu ríkisstjórn og þar voru maður að segja menn í forystu fyrir stefnumótuna nefndum í málaflokkum þar sem þeir höfðu beina hagsmuni sko við urðum verið það í náttúruverndinni en mér fannst eitt gleðilegt í dag við þetta allan hennan horrora því þetta náttúrulega bara eitthvað horrorsjó og ég yfirleitt búin að vera fyrir talsverðum vonbrigðum með þessar með stefnu þessar ríkisstjórnar til dæmis í varnarmálum og bara í utanríkismálum og utan í náttúruvernd sem ekki til á dagskrá þessar ríkisstjórnar en þess vegna var ég svo glöð þegar ég heyrði þessa eldræðu Kristrúnar í morgun. Mér fannst hún huguð, málefnaleg og sterk og það var alveg, hún má sko eiga það var komin tími til að segja þetta og fylgja því eftir fara í 71. grein því að það ekki hættulegt, það gert allstar í kringum okkur. En sko, ég held að einn möguleikin ef að reyðan handbremsuna bara 71. greinin, bara stopp að þá komi mjög mikil læti á eftir. En þetta ekki handbremsa, nefnilega. Ef maður skor hvernig þetta í nágrannlöndunum, þá það með þeim hættinum að það bara ósköp eðlilegt að það takmarkaður tími til að ræða málefnin. Þingflokksformenninni koma sér gjarnan saman það hversu langan tíma þarf í hvert mál og það alls ekki
allir sem að tjá sig öll mál. Til dæmis bara hvað margir í breska þinginu, ekki 800, já, ég meina það geti ekki allir staðið upp þar og þá það kannski gjarnan þeir sem konum í sérfræðiþekkingu eftir að hafa leitt ykkur nefndir og unni ykkur málaflokkum. Já, en sko þetta það ekki fara fram umræður á Alþingi Íslendinga. Það ekki verið að ræða neitt, það að standa nú til þess að reyna tefjamál. Og ef þú ert að tefjamál, þá það spurning, ef þetta á að vera lýðræðislegt, til hvers? Og hvert þá þitt lokatakmark? Og þegar það virðist eina lokatakmarki virðist vera að knýja ríkisstjórnina til þess að hætta við eitt af sínum lykilmálum sem hún hefur bæði þingmeirihluta fyrir og líka stuðning meðal almennings, að það auðvitað ekki lýðræðislega aðgerð, þannig að þá auðvitað lítið annað að gera heldur en að stoppa þessu ósköp, að því eins og segi, þú getur ekki með 2 þing einu, það ekki hægt að 157, ég manni hvað þetta þing sem núna, og 158 saman, sko, þetta þarf að enda og það kemur þing saman aftur, það munar nú ekki miklu þegar við tala orkupakkan, því að þá sem sagt sömduður í júní að fresta þessu fram í lok ágúst og svo voru bara 2-3 dagar og svo var það bara máli búið. Og það getur vel verið að það verði eitthvað þannig núna að eitthvað svipað gerist, sko, að þetta þarf einhvern veginn að enda og auðvitað ekki gott að þurfa að grípa til svona neyðarheimils eða hvað sem við köllum það og þetta á ekki að þurfa að vera neyðarheimil, hann eiginlega tiltölulega ný komið þessi neyðarheimil. Þetta ekki nema nokkur ár síðan að þessum var breytt, þannig að menn mega bara standa upp endalaust og tala. En samt ekki eðlilegt að það sé ekki óendanleg umræða í boði. Þú ert að reka fyrirtæki, það ekki hægt að vera með samtal eitthvað mál sem þarf að taka ákvörðun endalaust. Nei, það það sem að þingskapalögunum núna það að þetta skuli vera hægt af því að þetta skilar engin tilgangur með þessu. Málsóð voru mögulega áður en þú gast ekki fara út í óendanlega. Núna þetta bara ekki sem getur stoppað nema þessi stöðvað með handafn. En það hlýtur að fara að koma að því, ég veit að ég er búin að tala við þingmenn í stjórnarliðinu og svona hinn almenni þingmaður hann vill þetta, hann vill bara drífa í þessu. Ég meina hundlega á þessu þetta ég aftur líka í alþjóðlegu samhengi sko, það ómögulegt að útskýra þetta fyrir skandinavískum vinnum mínum, það fólk að koma inn í ferðalögum til landsins og svona og spyr hvað frétt af Íslandi og sko fólk sem vant eðlilegum þingum í Skandinavíu sem eru þó líka okkar að það bara skilur ekki hvaða fátækangur þetta og það ekki hægt að útskýra á erlendu tungumáli. Og það ágætist test, András Snæs testi sko. Ef þú lendir í vandræðum og heyri sjálfa þig, þeir að segja tóma vitleysu, þú ert að segja það á ensku eða sænsku eða að þá getur verið nokkuð örgur að það eitthvað sér íslenskt rugl í gangi og vandinn hins vegar núna sem að menn hafa ekki upplifað áður að Google Translate getur þýtt allt. Þannig að sko erlendir fjárfestar til dæmis, ég hef sagt þetta nokkur sinnum hér á borðinu áður, við ýmis málvarðandi fyrrum forsætisráðherra og fjármálaráðherra sem var hérna lengi, sem gerði, sem að hafði áhrif á að fæla frá og þetta mál getur alveg eins líka haft þau áhrif að því þetta sko ekki bara eitthvað sér íslenskt rugl og einstaka útlendingar sem kominga og maður lendir í að spjalla hvað sé helst á baugi í fréttum og þarf að fara útskýra svona heldur þeir sem kann að byrja hvernig með löggjöf á landinu og breytingar og því og svona það getur bara komið upp þú veist, eitthvað svona að þá aftur förum við í flokk með löndum eins og Trump að gera Bandaríkina frekar heldur en Evrópulöndum eða það sem hægt að treysta því í einhvers konar eðlilegt réttarfar, þingræði, lög og reglur og ósagðir hlutir, ósagðar reglur og að menn brjóti ekki það sem hefur verið sagt eða venjur fyrir. Því þannig bara, mér finnst það vera svolítið svakalegu skaði sem hefur verið að gera á svona grundvallarstofnun í samfélaginu, í þjóðríkinu sem að maður einhvern veginn hefur ómeðvitaða virðingu fyrir og einhvers konar lotningu jafnvel. Ég fór á heimsókn í þingpallan úr MR í Kanada og hef gert það á ögur stundum í einhverjum þegar átt að draga fram tilbaka samningin og fleira þess og það. En núna bara vitleysingar. Þetta á að vera merkastofnun landsins, þingið, það bara hlýtur að vera. En núna þegar
Sko, í hruninu þá fór traustið til þingsins mjög mikið niður og það hefur aðeins verið að fara upp aftur, en svo heldur að getur ekki annað en að fara niður aftur. Nei. Þetta bara, eins og segir, sko, þetta er bara svo pínlegt að horfa upp á þetta. Já, sko, líka, ég meina, ég er ekki að segja, við erum ekki að reka þetta samfélag sem fyrirtæki, heldur er þetta bara samfélag sem við erum að reka saman og alveg eins og ég rek lítið samfélag heima hjá mér með manninu mínu sem er heimilið og við erum öll í einhverjum rekstri að halda utan eitthvað og passa velferð og alls konar. Ég get ekki leyft mér að reka mitt heimili svona eins og þetta fólk hagar sér. Mér var bara hent út ef ég sæti á nóttunni og bladraði og bara fyrirtæki geti aldrei fungerað svona en bara legur komin á Alþingi Íslendinga þá mátt bara haga eins og vitleysingur. Er það bara leyfilegt? Já, það er sko, þetta er náttúrulega miðflokkurinn sem var bókun 35 og sem var sem sagt í efsta sæti yfir lengd þingfunda, en nú er þetta komið fram yfir og þar er miðflokkurinn svona aðalleikarinn, þannig að þetta er fyllt heim svolítið mikið. Já, orkupakkin, það var það, þeir ráku það gegn öllum öðrum á þinginu. Þeir voru líka á frægum bar og sita allir ennþá inn á þingi eftir að hafa í raun og verið brotið sko á þjóðinni bara siðferðislega. Nei, Gunnar Bragi er ekki. Nei, en var það ekki bara eigin vali? Já, jú, kannski. Einhver eru ekki að þingja ekki eigin vali. Já, en ég meina... En mér finnst þetta svolítið gott sem hún sagði áðan, sko, og ég heyrði það á ensku bara fyrir vikunni í einhverju, að þetta er sko ofbeldi með orðum. Og ekki bara það sem ég gerði á Klausturbar, heldur þegar það farið að nota ræðustól Alþingi svona eins og hann er notaði núna, þá má allavega að færa rök fyrir því. Þetta sé einhvers konar verbal abuse er enska orðið sem þó að ég sé fyllilega sammála því að menn eigi að hafa málþófsréttin eins og í fjölmiðlamálinu eða einhverjum svona málum þar sem er einmitt gjámilli þings og þjóðar eða hvaða punkt menn vilja nota til að réttlæta það en þetta er svona við erum komin í svolítið ástand finnst mér í heiminum ef maður fyrir aftur í Trump sko, eða ástandi í Bandaríkjunum sem er að hafa áhrifum allan heim að svona óskráðareglur eða heiðursmannasamkomula eða bara svona það sem aldrei hafði verið gert sko, að beitast til dæmis málþófi fyrir bara hagsmuni 20. ríkustu fjölskyldna landsins einhvern veginn inn á þingi að þá er einhvern veginn það stemmir ekki við hugmyndunum málþóf sko. En að því varst að segja maður fór á pallana og í MR og svona bara einhverja óttablandna virðingu fyrir þessu fólki þarna og það var komið þarna af því að það hafði einhvers konar burði til þess að leiða þetta samfélag að þá einmitt bara upplifði ég ofbeldi á að hlusta á orðræðuna hafði hlusta á þessi samt eða þessar ræður þær eru já, þetta var bara þvættingur og eins og menn var að tala úr svefni og bara bull og vitleysa og það er fólk á launum sko við að velrita þetta og gefa þetta út í ég spurðist fyrir viku síðan að þá átti starfsfólk þingsins eftir að ganga frá 2311 ræðum. Já, ekki bara þessu, en 2311 ræðum. Ég ætla að fara að kíkja á ræður á þann og lesa það sko, en það er ekki búið að koma að minna því að það er ekki búið að velja þetta. Og einhverjir af þessum þingmönnum hafa í gegnum tíðina gert athugasemdir við listamannalaun til dæmis og ég vil mörgum sinnum heldur vera með sko okkar fremstu listamenn á launum heldur en að hafa þetta lið með þennan þvætting uppi endalaust. Já, en það er og fínt að listamenn þá sem væri við að skrifa fengju svona ritaraðastóð til dæmis. Þingmennir fengju það. Einu sinni sagði einhver yfirmaður í þeirri deild sem með ræðurnar að það væri bara einn þingmaður sem kæmi og lesi yfir áður en þeirri byrt. Og það var Össur Skarphéðinsson og bætti svo við að hann er sannlega bestur í íslenskaðum öllum.
Svo annað sem ég var líka velta fyrir mér af því að ég vil ekki kalla neyðarheimil. Mér finnst við að innleiða þennan kúltúr sem á Norðurlöndunum að það sé takmarkaður ræðutími og að þurfi ekki allir að standa upp, bara þeir sem hafa vita sem er að tala mjög margir hafa bara ekki hundsvita sem er að segja og líka að ef að því auðvitað verður líka minnihlutin að virka sem aðhald á meirihlutan en að þá geti minnihlutin vísa til þjóðar ef að þriðjungur þings eins og er ekki í Danmörku þannig að það þarf þriðjung þings til að vísa málum til þjóðarinnar og þeir hafa þriðjung í þessu þessi möguleiki þeirra en þeir hafa ekki þjóðina. Þeir hafa aldrei gert þetta. Þjóðin myndi auðvitað að jarða þetta. En þeir búin að nefna Trump að núna hann sem sagt að setja á eða segist ætla að setja 50% toll á Brasilíu nema þeir hætti málsóknum gegn Bolsonaro fyrir forseta. En mér finnst þetta svolítið misnotkun á valdi. Já, Trump hefur svona mjög sérstakar hugmyndur hvernig á að beita forsetavaldinu og ég held að það auðvitað eins og Ásgeir kom inn á hérna áðan að það sem hefur þetta verið að gerast í Bandaríkjunum með það og þetta með svo óskrifuð reglur sem eru svona kannski reyndar hann líka brjóta að skrifa reglur það er svona málin en það er bara enginn sem að getur hengt honum fyrir það en að það sem sagt hann hefur alveg óspart nýtt sér sitt embætti til þess að einfallega maka krókinn. Hann einfallega endalaust að græða á því að vera forseti og beita forsetavaldinu til þess að svona koma sínum enga áhugamálum í framkvæmd og það Bolsonaro auðvitað gamall kunningjans og svona hefur svona svipaðar sakir á sér eins og Trump sjálfur þannig honum það mjög þeim var líkt saman já, ég meina það er sama ákæran eins og Trump var ákæri fyrir svona minnskosti mjög hliðstæð þannig að en þetta auðvitað bara hann líka verið að segja Evrópusambandinu að leggja niður virðisaukaskatt ég vonum ítlaði virðisaukaskatt og hann sem sagt ætlar að nota tolla sem að hann hefur rétt á að beita reyndar ekki alveg ljóst hann hafi allan það rétt sem hann heldur hann hafi en skýt með það að til þess að reyna að fá stjórnvöld öðru landu til að breyta sínum lögum þetta er auðvitað fáheyrt og þetta í sjálfu sér þetta kannski svolítið svipað eins og þetta málþófsmál á Íslandi þetta er ekki alvar í þessu þetta er fullkomlega alvöru laust af því að auðvitað hlýðir Evrópusambandið þess ekki auðvitað breytir Evrópusambandið ekki sínum skattalögum fyrir Trump alveg eins og þetta málþóf breytir því ekki að þessi lög fari í gegn á endan og einhvern veginn þannig að til hvers þetta þetta er þó einhvers konar sjó fyrir einhvern sem ég ekki alveg sem ég okkar til ekki hver jú, kannski veit ég Færir ekki svolítið skynsmismörkin samt, alltaf? Jú, þetta líka leið og þú byrjar að augra þessum svona siðsemisreglum að þá auðvitað grefur undan bara því hvernig fólk tala saman og hvernig fólk umgjast hvert annað og ræðir hlutina þannig að svona þessar ósköðu reglur eru oft á tíðum ekki síður mikilvægar heldur en þessu skrifu. Já og venjuvæðir kannski þessar ruggluðustu hugmyndir svona normaliserast. Okkur bæst nýr gestur? Já, ég að mæta á seint? Ég held ég að mæta 8:30. Nei. Þetta Við heldum að Sirri var að koma. Surprise! Já. Nei, ég sverða, hann skrifaði 20:30. Hvenær vildu þið fá mig? Fyrst var 19:30 og svo var 19:50. En við skulum ekki gera mál úr því hérna í beint útsendingu. Mæting klukkan 20:30. Smári. Sagði Smári. Ég er saklaus. Já. En við erum búin að tala svolítið náttúrulega ágangin í þinginu.
Já, ég get rétt ímynda mér þeir eru búin að sitja henni klukkutíma. Nei, hálftíma. Hálftíma, já. En sástu þetta í morgun þegar Kristrún hélt ræðina sína? Ég sá það, heldur betur. Og hvað fannst þér? Já, mér fannst þetta bara óttalega svona hádramatískt leikhús sem að þarna fór fram. Ég held að dramatíkin hafi verið dálítið langt umfram tilefni fannst mér. Já, ekki bara út af því sem að Hildur gerir kvöldi áður, heldur bara, það ekki, hvað langt á milli til dæmis í veiðigjaldafrumvarpinu. Já, en allt eitthvað tal að verja lýðræðið, Orrustanum Ísland, sagði. Já, lýðveldið, ég bara átta mig ekki alveg á þessu. Ég myndi halda að það væri talsvert alvarlegri hlutir en eitthvað málþóf sem hefur þekkst lengi. Þetta er aðalega veiðigjaldafrumvarpið, það hefur kannski verið eitthvað í bókun 35 en náttúrulega hvergi nærri þessu. Við hefum það kannski bara eftir. Já, ég ætla ekki að spá fyrir það. En máli er það að það þurfa að vera málamiðlanir. Það virkar ekki bara þannig að meiri hlutin ræður og ég fæ það sem ég vil. Þingræði virkar að það er ástæða fyrir því að við erum þetta fólk að mæta í vinnu sem í stjórnarandstöðu. Að þegar síðan það kemur þessu þinglokum þá eru alltaf málamiðlanir. Þú hefur séð fjölda forsætisráðherra, þú hefur séð í þinglokum þar sem verið að taka mál aftur heim í hérað og uppfærið og svo framvegis. Það er ekki venlega innan stjórnarinnar síðast. Voru einhverja málamiðlanir við stjórnarandstöðuna í síðustu 7 ára? En það er nú ofta, og það er nú alveg mjög algengt að séu málamiðlanir á milli líka við hina flokkana. Ég meina Katrín Jakobsdóttir var gangandi á milli manna í málamiðlunum, ekki bara í stjórninni. Það er ekkert víst að allar málamiðlanir fljótu upp á yfirborðið. Nei, en ég held að ríkisstjórnin er búin að gefa alveg út að veiðigjaldamálinu, þar verður ekkert samið. Það ætla bara að fá það í gegn. Já, og þar erum við að tala risastórar kerfisbreytingar og maður heyrir það að þarna inn á þinginu ég upplifi ekki stjórnarandstaðan sé á móti því endilega hækka veiðigjöld en það er hvernig þetta er gert, hversu hratt þetta er gert, hversu mikill anstöðu þetta hefur mætt hjá sjávarútvegssveitarfélögum. Þau eru öll með tölu á móti þessu frumvarpi. Maður hugsa hvers vegna ekki bara staldra aðeins við. Þetta kjörtímabil er 4 ár. Þetta ár er rétt byrjað. Hvað gerði þetta fólk þegar til dæmis Akarnes, Þingiri, Flateyri, Patreksfjörður, Hólmavík, Hvanstangi, Skagaströnd og svo áfram austur, mistu allt frá sér í þessu. Þá var það bara þannig. Og þá sagði engin neitt, heldur bara einhverjir seldu kvótan bara og fóru með penningin og samfélögin þau fyrirverandi þá sjávarútvegs sveitarfélög. Þá var ekki búið að stofna hagsmunasamtökin. En þú veist, þetta er ekki spurningum á að hækka veiðigjöld eða ekki að það er að banna einhverjum að hækka veiðigjöld. Málið er að þarna er bara frumvarp og ég er búin að skoða það óbúslega vel sjálf. Ég er búin að fara í útreikningana. Ég er komin að þann stað að þið geti hendið með verði, kílóafjölda og ég skal reikna út veiðigjald fyrir ykkur. Ég er komin þangað. Ég er búin að liggja yfir þessum útreikningum. Þetta kallar eftir að þið fái lengri aðlögunartíma að því áður en það verður lagt á? Nei, ég kalla bara eftir þetta frumvarp sé betur unnið. Það er bara skítamixið sem á sér þarna stað inni í þessu tæknilegum atriðum á bakvið, þau eru engu lík og í stað þess, ég segi bara af hverju ekki að segja bara það fyrir þessa 5 tegundir sem eru síld, kolmunni, þorskur, ísa og makríll að af hverju ekki bara að segja þetta viðmiðunarverð sem við erum með hérna núna. Það er erfitt að verðilega geta rétt. Þau eru í mestu vandræði með þessi norsku verð, þau eru í vandræði með, búin að gefa einhvern afslátt af makrílum sem er samt ekki nægilega mikið miðað við þær upplýsingar sem hafa borist verðmæti hans. Þetta er eitthvað svona, það er erfitt að finna, það getur engin staðin upp og sagt þetta er hið eina rétta verð. Segja bara, við trúum því að það viðmiðunarverð sem við erum að miða við, sem er þessi lína sem OECD hefur lagt og hvaðina, við teljum að fyrir þessa 5 tegundir að þá sé þetta vanmeta það og af þeim ástæðum
ætlum við bara að hækka veiðigjalda hlutfalli á þessar 5 tegundir. Gera þetta bara clean cut, ekki vera að fara út í það að breyta verðunum, lenda síðan í því að það komi keðjuverkandi hækkun á allar aðrar tegundir líka út af því og þá fara þeir í það að stoppa í það gat með því að miða við gamla verðið í kostnaðinum á gömlu tegundunum og þannig að þá ertu alltaf á aðra höndin að koma gamla verðið og nýja verðið og hagnaður reiknaður sem mismunar af þessu tvennu. Þú ert nú hagfræðingur, þetta meikar engan sens, þetta er tóm tjara og það færi betur á því að þau myndu bara fara með þetta frumvarp aftur, vinna það aðeins betur og koma með það seinna, ræða betur við sveitafélögin, koma með áhrifamat gagnvart sveitafélögunum, þannig að það eru gríðarlegir hagsmunir og það eru ekki að tala einhverjar ríkar fjölskyldur, við erum að tala brothættar byggðir á landsbyggðinni. Þetta er bara ábyrgða hlutur og ég bara skil ekki hvað þessi ríkisstjórn forhert í því, ég skil það að vissu leita því að þau eru búin að vera svo digubarkarlegar yfirlýsingar að þau bara get ekki bakka, þetta er orðið spurning ego, þetta er ekki orðið spurning neitt réttlæti, ef það væri eitthvað réttlæti þá myndu þau segja, herru, við kannski bara skoðum þetta aðeins betur, hleypum hérna mikilvæga málum í gegn sem allir eru að vinna að og allir eru samtaka ekkert málþóf, klárum þessi mál, vinnum þetta bara aðeins betur og gerum þetta í meiri sátt. Þú talar alveg eins og þeir í málþófinu. Er það? Ég lærum að þetta var hlusta á málþófinu. Ég er búin að hanga náttúrulega vandrarlega mikið enn niður í þingi, kannski voru samtuna. Mér fannst í byrjun og hljóma þegar varst að kalla eftir að þið þyrst að því að mantran er augljós hérna hvaðan sem hún kemur, hvort sem hún kemur kjallarnum á Valhöll eða kjallarnum hjá LIU, þú veist að allir segja við erum ekkert að móti veiðigjöldum en og svo kemur af hverju og þetta megi ekki vera svona mikið og svona hratt og þá bara fekk ég núna ég var að hlusta flashback í hérna frétt frá tíði síðustu ríkisstjórnar hana síðustu 7 ár þar sem að ríkisstjórnin stóð fyrir því að það voru milduð áhrifin þegar það komu reglur, hvort sem það komu nú frá Evrópu eða annars staðar á heilsalan fyrir nikotíni fyrir börn, nikotíni í nammiumbúðum sem fór úr því að flytja inn 5 tonn upp í 500 tonn af nikotíndóti fyrir börn og það mátti ekki setja á hann hamlandi reglur að hafa þetta fremstu búðakassana. Hann var búin að fara úr hagnaði af 5 tonnum upp í 500 tonn og það voru svo íþyngjandi reglur sem ríkisstjórnin var að setja á og mikið tapa hagnaði fyrir heilsalan að því var frestað 5 ár eða 3 ár að hann þyrfti nú að fylgja heilbrigðisreglunum frá Evrópu að ekki hafa nikotínpúða með mentólbragði í umbúðum með litríkum fígurum fyrir börn. Finnst þess að þetta sambarlegt við sjávarútveg, hann skaðlegur börnum heilbrigði þurft að tvöfalda skattlagningu? Ég bara myndi þess að frétt, þú varst að segja að hann má alveg hækka veikildi, það bara má ekki gera það svona mikið og svona hratt að því þau þurfa að ná að kalibrera hvað þau fjárfesta nú í af einhver öðru til þess að draga það frá eða finnst þér þú sem hagfræðingur ekki eðlilegt að í fjárfestingar þungum félögum eins og sjávarútvegi að þú ætlar að fara í svona stóra skattahækkunar aðgerð að þú viljir mögulega taka því skrefum og gefa þeim einmitt aðlögunar tíma vegna þess að þetta er spurning fjárfestingu, þetta er spurning nýsköpun, svo margt ég bara sem hagfræðingur búin að sjá hvernig bæði sjávarútvegurinn er búin að nýta sér nýsköpunarstyrki hins opinbera og grænvæðingarstyrki hins opinbera, peningur ríkissjóð til að skipta út einhverjum gömlum búnaði og hins vegar hefur þurft að vera að reyna að útskýra fyrir erlendum hagfræðingum sem hafa verið fengnir til viðtala í aðra fjölmiðla og þeir skilja bara ekki því allir viti í öðrum löndum að auðlindarenta þú átt að vera að sætta þig við allt upp í 95% skatt á hana að því þá færðu allavega 5% frítt hér verið að hækka þá 23% upp í 32%. Og hver er auðlindarentan í sjávarútvegi? Hver er hún? Hversu mikil? Hversu hátt hlutfall af arðsemi sjávarútvegsfélaganna er auðlindarenta og eru sjávarútvegsfélög almennt með meiri arðsemi heldur en aðrar iðngreinar?
Já, við sjáum það bara hvernig þau eru búin að vera fjárfesta í majónesi og keksverksmiðjum og öllu mögulegu. Þetta er bara helst fréttum Ríkisútvarpsins og fín yfirferð Inga Freys þar. Sko þið að taka einhverja mjög afmarkaða og fyrir þetta það ekkert að því að fjárfesta í einhverjum öðrum greinum en stóri fjárfestingarliðurinn hjá þessu félögum ekki í einhverjum keksverksmiðjum og rugli. Það í tækjum, það haft svo ruggmikinn hagnað að þeir viti ekki hvað að fjárfesta að kaupa majónes og keks. Hefurðu skoðað það? Já. Það hefur ekki verið ruggmikil arðsemi og hún mjög sveiflukennd. Þetta mikil á þetta. Það komið svo mikið þolinmóðu fjármagni núna inn í samfélagið í formi til dæmis hótelbygginga út allt land sem eru að rísa jafnvel á mjög umdeildum stöðum. Til okkar hjá Landvernd leitar fólk sem í vandræðum undir Eyjafjöllum við bakka Tungufljóts út allt af því að það komið þolinmótt fjármagn þar sem á að reisa bara 400 manna hótel og öll þessi spö og allt þetta og þessi peningar koma inn úr akkurat þessum risafyrirtækjum sem að geta látið svona malla og samfélagin eiginlega þannig að það ekki jafnvægi í stóra samfélaginu sem bara allt landið og þessir þetta fjármagn það í rauninni þetta ekki háar fjárhæðir sem vera að rukka þessa grein og þetta leiga og þetta bara eins og ég hækka húsaleguna hjá mér eitthvað aðeins bara til þess að tvöfaldar hana nei, ég þarf að hækka hana kannski til þess að borga hita rafmagn og alls konar svona af eigninni. Þetta er 70% sem við erum að tala Þetta er tvöföldun. Það eitthvað á Reykjavík, eitthvað starf þar bil, en það gríðarleg hækkun á skattheimtu. Þetta er tvöföldu veiðigjalda og svo greiða þeir skatta og annað ofan á það. Þetta er, og þið sjáið það að þarna eru fyrirtæki sem eru að stíga fram, sem segja bara, við munum ekki skila hagnaði. Við munum ekki skila hagnaði. Það veiðigjöldin þau munu dragast frá sköttum þetta er kostnaður við rekstu fyrirtækisins Já, það einmitt máli veiðigjöld eru ekki tekin af hagnaði félagana eins og það ekki þannig að það eitthvað fyrirtæki sem skilar þessum hagnaði og svo tekið prósenta í veiðigjöld af því þetta tekið áður sem því að þessi skattur getur étið upp hagnaðinn og hann getur sett þau í mínus það ólíkt við tekjuskatt Sko, ég held að þetta mál snúist í sjálf sér, það snýst margt sko og það eru greinilega auðvitað að skipta skoðanir frumvarpið sjálft og það virðist vera þannig að meirihluti landsmanna fylgjandi þessu frumvarpi og samkvæmt skoðanakönnum og deilum það og meirihluti þingsins fylgjandi þessu. Það eru öll frumvarp sem eru lögð fram á Alþingi Íslendinga skapa deilur, menn eru ekki sammála um þau. Og bara spurningin svo má þá það eðlilegt að hluti þingmanna sem að telur að frumvarpið svo vont ef að það alltaf þannig að þeir þingmenn þeir þingmennum sem finnst frumvarpið vont get bara alltaf stoppað og allast til þess að það sé sami Má ég nefna dæmi slíkt útlendingafrumvarpin, hversu oft ég held að það hefur verið lögð fram 5 sinnum og minnihlutinn spyrnti á móti og þau fóru ekki í gegn og það var enginn sem að saka neitt andlýðræðislega tilburði við það. En það var ekki málþóf sem að olli því, væntanlega. Ég held nú oftast hafi verið með útlendingafrumvarpi þegar það var ekki meirihluti fyrir því á þingi af því að stjórnarflokkarnir voru alltaf svo ósammála. Það var nú það eldið sem að stoppa þau frumvarpi en ekki og ég held að það sem auðvitað oftast hefur gerst í svona máli þegar samið svona, það bara einfaldlega ekki meirihluti fyrir þeim. Og útlendingamálin eru bara þannig að það bara afskaplega erfitt að finna nokkur meirihluta í nokkur staðar þannig. Ég held að sé samt alveg miklu algengar að það sé málamiðlanir þrátt fyrir að það sé meirihluti fyrir þeim. Nei, málamiðlanir eru innan stjórnar. Það mjög sjaldgæft að þessi málamiðlan á milli síni. Það er sjálfstæðan óvægum í stjórnarandsstöðu. Það bara ráði ekki við það fyrir stjórnarandsstöðu. Til hvers stjórnarandstaðan þá? Til hvers hún þarna? Ef hún algjörlega áhrifalaus. Hún að berjast fyrir sig. Það taka þingi í gíslingu. Þetta þingi ekki gíslingu. Ef það frumvarpið svona svakalega vont, þá kemur væntanlega í ljós að þessi lög mjög vont og þá bara græðir Sjálfstæðisflokkurinn á því næstu kosningum. Þannig virkar þetta snýst meira atkvæði. Sjálfstæðisflokkur græðir á því næstu kosningum, en hvað verður þessa byggðir? Það tjón sem að svona getur valdið ef þetta ekki að vel athuguðu máli, ef áhrifin á sveitarfélögin
og fyrirtækin þar innan og þessi litlu samfélag þar liggja ekki fyrir, þá verða þau áhrif ekki tekið svo glatt tilbaka og samþjöppunin á sér stað. Þau sem, þegar aðrar byggðir urðu fyrir svona áföllum, þá sagði þetta fólk ekki nei. En þú sagði hræðsluáróður, ég verð að staldra við það, eru öll sjávarútvegssveitarfélögin, eru þau öll að stunda eitthvað hræðsluáróður í sínum mótmælum gegn þessu frumvarpi? Ber ekki, það ekki búið að taka tillit til þeirra. Það ekki búið að taka tillit til þeirra og þetta eru öll sjávarútvegssveitarfélögin, samtök sjávarútvegssveitarfélaga, þau eru öll að biðja, þau eru ekki á móti þessu per se, en þau eru að biðja að hér sé hægt á, staldra við og máli sér betur unnið og kalla eftir þessu áhrifamati og að hlusta ekki á þau og láta þess að þau séu bara einhver þriðji aðili vegna þess að þau greiða ekki veiðigjöldin beint. Þetta er bara kjánaskapur og þetta ekki hræðsluáróður með alls konar skoðanir sko. Og bara öll sjávarútvegssveitarfélögin. Já, það bara fjöldi fólk sem býr í öllum þessu sveitafélagum sem deilir ekkert allt sömu skoðun. Það eðlilega. En stjórnsýslan, en allir sem eru í stjórnsýslunni þar, í sveitarstjórnunum þar, að þeir eru bara allir í einhverju, fulltrúar einhverja 5 fjölskyldna. Það sem við erum að segja það? Ég er að segja það hér, en það er samt þannig að það þarf ekki að vera einu meðal íbúa í sveitafélagunum. Og hann það ekki, ég myndi aldrei fullir það allir íbúar í þessum plássum, en ég er að tala sveitastjórnirnar þarna, þær hafa áhyggjur af því hvaða áhrif þetta muni hafa þeirra tekjur þegar að fleiri milljarðar á ári eru teknir út úr þessum samfélögum, hvaða áhrif mun þetta hafa? En sko, þessi peningar í þessum samfélagum? Nei, það bara snúa öll og haust. Það eins og eftir í vinnu og öll í júfi málflutningi. Nei, ég það ekki. Þetta áróðustækni sem ætti að fá velun í mark eða viðskiptaráðs. Að benda á að sveitafélögin vilji hægja á þessu ferli. Hvaða áróður eru því? Það búið að hóta sveitarstjórnarmönnunum bara eins og var gert hér og þekkt og vita, ég held að sé til skjálfest að sagnfræðingarnir hljóta að fara að vinna upp úr því bráðum. Bara þegar að tiltekið útgerðarfélag í tilteknum bæ í Norðurlandi hótaði bara að leggja næsta bæ í næsta firði í eyði ef að þeir fengi ekki, sko, þú veist, þetta aftur sýnir völd peningana sem eru komin út fyrir svo mikinn þjóðaborg á Íslandi. Og sveitarstjórnir sveitarfélaga, þau eru undir þessum áhrifum, bara öll í sínum umsögnum. Það búið að beita þeim í að hræða þau til þess að, og það er búið að nota RÚV til að kalla saman einhverja svona afkáralega og hópfundi í beinni útsendingu þar sem að sko verið að keyra þennan málflutning í gegn meðan að staðreyndirnar eru þær að sveitarfélögin tapa ekki fjárfestingu. Það er margbúið að fara yfir þetta í greinum vísbendingu og fleiri miðlum. Það eru fyrirtækin sem að þurfa að borga hann 7% meiri skatt úr 23% upp í 31% eða 8-9% af sinni heildarrentu, þú veist, og meðan að erlendir professorar skilja ekki okkur er þetta ekki 30, 50 eða 70% eins og er í Noregi á olju eða fiskeldi sem var verið að setja þetta á þú veist, í Noregi núna, mjög sambærileg gjöld að þar er engin af þessum stórgróserum, hvort sem það eru oljufélögin eða fiskeldisfélögin sem vogar sér að fara í fjölmiðlana og halda út í einhverjum áróðurum það að þeir muni bara hætta fjárfesta í Norður-Noregi ef að þeir fá ekki minni skatt á sig. Þú veist, ég hef reynt að útskýrta þú veist að fyrirtæki sem skil ekki arði, þau hætta að fjárfesta. Þau hætta rekstri, þau loka það. Nei, það kemur ekki til greina. Þessi fyrirtæki... Þau halda því sínu skipu og sínu fristúsum og annað. Það er ekki verið að bara ríksa og uppburtu alla peningana. Þjóðin veit að þetta er áður. Þetta er ekki, ég er ekki að segja öll fyrirtæki loka, en það eru fyrirtæki og það eru bara útreikningar sem að liggja fyrir, sem að eru að lenda neikvæðu megin við línuna, þau eru að fara að skila tapi.
miðað við síðustu ár. Nei, þetta bara svona. Ég meina, þið getið hlægið bara. Þetta alveg það er búið að vera vísbendingu Þetta eins og við erum eins og sem í málþófi í þinginu. En Guðmundur Hálfdanarson, prófessor, hann farinn. Hann þurfti að mæta í fréttatíman hjá RÚ, held ég. Hinn í sjónvarpsstöðinni, já. Hinn í sjónvarpsstöðinni, já. Og en við getum ekki að tala aðeins umhverfismálin og Garpsdalinn. Garpsdal. Það sem búið að gefa heimild fyrir. Kristín Helga, þú ert umhverfisinni mikill. Já, ég sit í stjórn Landverndar og við erum bara með alveg ótrúlega mörg mál að borði núna og það er bara eiginlega einhvern veginn svona eins og sumarið í tíminn fyrir alls konar svona vitleysu og þessi yfirlýsing frá orkuráðherra, ég vil nú ekki kalla hann umhverfisráðherra, þjóðin hefur nú verið án umhverfisráðherra mjög lengi, en yfirlýsingin hans að hann styðji og mæli með því að Garpsdalur fær nýtingaflokk sem vindorkuver náttúrulega alveg sturlað vegna þess að í fyrsta lagi liggur ekki fyrir heildar orkustefna vindorku í landinu og það er lengi búið að kalla eftir henni og hún liggur ekki fyrir á meðan eru einhver á 50 vindorkuverkefna einkafyrirtækja erlendra sem að liggja á borðinu og allt í einu dettur honum í hug að mæla með Garpsdal sem bara í fyrsta lagi er ekki ákjósanlegasta hugmyndin af öllum þessum sturluðu hugmyndum vegna þess að Garpsdalur tilheyrir nú Reykhólasveit og er bara afskektur, það er ekki innviðir þar fyrir hendi, það er langt í tengivirki og þannig að það er gríðarlega dýrt verkefni. Þar að auki eiga þessi vindvirki að rísa þessi kljúfar upp á í þannig hæð að margir sem tilþekkja vel hafa gert gríðarlega bara alvarlega athugasemdir við að þarna sé of mikill vindur. Þannig að það var mjög einkennilegt að heyra hann mæla akkurat með þessu verkefni í fyrsta lagi bara að hann væri yfir höfuð að mæla með einhverjum verkefnum þegar það liggur engin stefna fyrir og svo grípa þetta. Þannig að maður hugsa bara ónýttilega læðist að manni svona óþægilegu grunnar sem búið að lofa fólki einhver staðar en auðvitað liggur svona fámennt sveitafélag vel við höggi. Þú ert ekki hrifin af Jóni Páli, umhverfisráðherra? Nei, ég það ekki. Ég líti ekki á hann sem umhverfisráðherra og í rauninni það þannig á þessum síðustu tímum að við erum bara bæði sem land og þjóð og líka bara sem heimsbúar stöndum fram fyrir því að loftslags- og umhverfismál eru mikilvægustu og alvarlegustu mál allra tíma núna sem við lifum og við erum ekki með sjálfstætt umhverfis- og loftslags- og náttúruverndarráðuneyti og þannig að og við höfum ekki haft það lengi og það er gríðarlega mikil þörf á því núna og sérilega af því þessir málaflokkar sem eru þarna á sömu hendi bara orkuráðherra talar við sjálfan sig í spegli þegar hann ákveður hvað verður umhverfismálin þarna er alltaf konflikt og það væri bara skítskárra ef það þarf að tróða umhverfismálunum í ykkur skúffu en auðvitað er þetta það stór málflokkur að hann á bara sér ráðuneyti skilið að þá væri bara skítskárra að hann væri inn í heilbrigðisráðuneyti til dæmis og eðlilegra. Hvað segir þið þetta? Þetta er ég satt í faghópi 3 í rammaáætlun 3 og svona til að brúa yfir umræðana sem vorum með áðan virðingu þingsins að sú rammaáætlun sem að við gengum frá skýrslunni 2016 satt onni í skúffu eða ég veit ekki hvort það var í nefnd eða í ráðuneytinu eða hvar í áraraðir. Þannig að það var nú ekki meiri virðing en svo fyrir sérfræðingavinnu þá en sem sagt síðan var drifið í að því og úr því varð síðan skyndilegur orkuskortur að því ekki það hefur verið gert í áratug eða svo í virkjunarmálum en þar eru 4 faghópar og svo er gerð áætlun og svo er sett í 3 flokka, nýtingaflokk, verndunarflokk og svo þessi byggðflokkur sem að er þá hugsaður til framtíðar eins og ég skildi en ekki í einhverjum samningum inn í ráðuneytinu eða inn í þinginu að taka í og úr byggðflokki og setja í nýtingu nema að þú væri þá búin með allt
í nýtingunni sko. En þannig svona bara lógisk hugsun út frá hérna. En vantar okkur ekki meira rafmagn? Nei, til þess að gera gagnaver, það nú bara í Hagstofu tölunum síðast, til þess að gera gagnaver fyrir Ísraels menn að vinna úr, að rekna hvernig þeir hitti börnin nákvæmlega beint á milli augnanna með skotin sín. Það helsta fjárfestingin á baku hagvöxt á Íslandi gagnaver Ísraelsmann á Íslandi. Það auðvitað örugglega orkuskortur. Það kom athugasemdir fyrir þessa ræðu. Já. Það ekki? Við þurfum meiri orku. Það bara þannig að það hlæja bara mér, það allt í lagi. Nei, það bara góður hópur. Við þurfum meiri orku, ég hef orðið. Simrað væri liðin, meiri segja forstjóri Landsvirkjunar hættur að tala orkuskort. Það allir einhvern veginn aðeins farnir að róa sig þar vegna þess að þetta snýst bara að gefa garðan og alltaf að fylgja eftirspurn. Röðin á tröppunum, hún klárast aldrei. Við þurfum meiri orku til þess að lífskjör aukist, að það þarf hagvöxtur aukast, að það þarf verðmætasköpun aukast og við þurfum orku. Við getum ekki verið í þessu ástandi. Hvað rammaáætlun varðar af því þú komst inn á hana, að þá hef ég bara ekkert verið sérstaklega hrifin af því fyrirkomulagi. Þetta fyrirkomulag sem að svona dálítið tekið frá Noregi eins og það var upphaflega hjá þeim, en sko áður en þeir innleiddu það, að þá, þú átt eftir að elska þetta, að það var sérstaklega tekið í sundur verndin og orku nýtingar áætlunin. Verndin, það bara eitthvað sem átt að taka hlut, bara horfa á landið og þú þarf bara að taka upplýst ákvörðun hvað þú vilt vernda og hversu langt á að ganga í þeim efnum. Það bara eitthvað sem á að liggja til grundvallar og svo ferðu í það að meta virkjunarkosti. Að vera með þetta svona saman, það kallar bara á einhver hrossakaup, þar sem að það verið að nota vendu þennan, virkjum þennan og þá fyrir þessi vend og þá verður pólitík inn í ákvörðunum. Ákvörðunin byggir þá ekki lengur á því bara, það eru góðar ástæður fyrir því að vernda þetta. Þetta verður hrossakaup. Og þess vegna, ef ég réði einhverju hér, þá myndi ég slíta þetta tvent alveg sundur. Við verðum að fara að hætta þessu. Því ég á eftir við hættum, þá það Gunnar Smári og gestur hans Páll Hjálmtínsson. Þannig að það tekur dagskráin heldur áfram. En ég þekktur fyrir að rugla saman nöfnum. Ég veit að Guðmundur Halldórsson farinn. og Kristín Helga Gunnarsdóttir situr hérna og svo það blessakaldin Ásgeir Brynjar Torfason. Þú manst ekkert hvað ég heiti? Nei, ég maður ekki. Andrea Sigurðardóttir. Andrea, já, ég var að reyna að googla þetta svona, og Blaðamaður Morgunblaðinu. Blaðamaður Morgunblaðinu. Að mér, sko, þegar við Smári vorum að undirbúið að þá var allt önnur kona sem ég átti von á hérna, sko. En ég sá því þetta kannski átti ég að vera hjá honum. Hann sendi mér skilabóð að koma 20-30. Hann bara heima að hlusta á okkur. Já. En þetta búið að vera bara gaman. Æðislegt. Við fórum ekki í Hvammsvirkjun, en við gerum það bara næst. Já. Þú voru að hlusta á byrjunina, hvernig við vorum búin að hitta upp fyrir þetta. Já. Svo kem ég bara, var þetta allt bara svo rosalega lágstemt og allir rosa sammála og svo kom ég bara Andrea, þú verður svo spælt að hafa ekki verið í fyrirpartinu. En þetta búið. Takk fyrir komuna og ykkur sem horfðuð á okkur og það eftir Páll Hjálmtínsson og Gunnar Smári Egilsson. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.